ætla að bjóða ykkur til velkomin á 1289. fund bæjarstjórnar Akraness. Á fundinum eru Rakel Óskarsdóttir, aðalmaður, Guðjón Viðar Guðjónsson, varamaður, Elsa Lára Arnardóttir, aðalmaður, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, aðalmaður, Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, hér í hlutverki forseta, Einar Brandsson, aðalmaður, Ragnar B. Sæmundsson, aðalmaður, Bára Daðadóttir, aðalmaður, Ólafur Adolfsson, aðalmaður, Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Fyrsta mál á dagskrá er númer 19.01.356 reglur sérstakan húsnæðisstuðning 2019. Bæjarráð Akraness samþykkti á fundi sínum þann 28. febrúar síðastliðinn breytingar á reglum sérstakan húsnæðisstuðning og vísar þeim til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Vakin athygli á því að gert ráð fyrir að fjárhagsleg áhrif vegna breytinganna verði takmarkaðar og mætt innan fjárhagsramma velferðar og mannréttindasviðs. Orðið er laust og það er Elsa Lára Arnardóttir, bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Eins og forseti kom inn á þá fjallar dagskrárliður 1 sérstakan húsnæðisstuðning fyrir árið 2019 en á fundi bæjarráðs þann 28. febrúar síðastliðinn samþykkti ráðið breytingar á reglum þennan húsnæðisstuðning og vísa þeim til staðfestingar hér í bæjarstjórn. Og eins og framkom þá eru fjárhagsleg áhrif vegna þessara breytinga, þá eiga þær að hafa takmörkuð áhrif og vera mætt innan fjárhagsramma velferðar og mannréttindasviðs. Og þessar reglur sérstakan húsnæðisstuðning Akraness-Kaupstaðar taka í meginatriðum mið af leiðbeinandi reglum félagsmálaráðuneytisins sérstakan húsnæðisstuðning sem veittur er í samræmi við lög húsnæðisbætur frá 2016. En í útreikningi til almennra húsnæðisbóta lækkar stuðningin sem nemur hlutfallið af samanlögðum eignum allra heimilismanna 18 ára eldri sem fara umfram 6,5 milljón en þær falla alveg niður við 60% hærri fjárhæð. Breytingarnar sem lagt upp með að gera hér reglum Akraness-Kaupstaðar sérstakan húsnæðisstuðning eru þannig að eignaviðmiðin verði við sömu og við útreikning húsnæðisbóta hverju sinni en árið 2019 er eignaviðið 6,5 milljón. En samkvæmt fyrri samþykktum Akraness-Kaupstaðar var þessi upphæð 5,1 milljón og að en eins og forseti kom inn á þá eiga þessar breytingar að hafa takmörkuð áhrif og rúmast innan fjárhagsramma velferðar og mannréttindasviðs á árinu. Takk fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur fyrir. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og því eru reglur sérstakan húsnæðisstuðning 2019 bornar upp til samþykktar, vinsamlegast gerum við merki, samþykkt samhljóða. Og þá er annað mál á dagskrá, númer 18.09.206, það er Þroskahjálp húsbyggingarsjóður samningur uppbyggingu. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 28. febrúar síðastliðinn stofnframlag til Landssamtaka Þroskahjálpar vegna uppbyggingar húsnæðis að Beykiskógum 17 og vísar ákvörðun sinni til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Eins og forseti kom inn á þá samþykkti bæjarráð á fundi sínum þann 28. febrúar síðastliðinn stofnframlag til Landssamtaka Þroskahjálpar uppbyggingu húsnæðis að Beykiskógum 17 og vísa til staðfestingar hér í bæjarstjórn. En húsnæði að Beykiskógum 17 verður búsetukjarni með 5 íbúðum, allar 2 herbergja á bilinu 59 til 66 fermetra stórar. Íbúðirnar eru ætlaðar fólki með fötlun og áætlað heildarstofnvirði byggingarinnar eru rúmar 139 milljónir. Og sem sagt í lögunum sem kveða á stofnframlög þá er það þannig að stofnframlög koma frá ríki og sveitarfélögum og stofnframlag ríkis í hvað varðar þetta var samþykkt 31 milljón króna
og að Landssamtökin Þroskahjálp munu endurgreiða ríkinu stofnframlög þegar öll lán vegna byggingana hafa verið greidd upp, og stofnframlög Akraneskaupstaðar, þau sem þau eru lögð til og borin hér upp til samþykktar, eru rétt rúmar 22 milljónir krónar, og það sama gildir endurgreiðslu ákvæði til kaupstaðarins, að þegar öll lán vegna þessara bygginga hafa verið greidd upp, þá skulu þessi stofnframlög greidd tilbaka til Akraneskaupstaðar. Og mér langar bara að fagna þessum tillögum bæjarráðs og langar að minna á það að fyrir nokkru vikum fór velferðar- og mannréttindaráð Akraneskaupstaðar ásamt embættismönnum bæjarins nokkrum í svona vettvangsferð í Sandgerði og skoða þar afar vel heppnaðar byggingar og svipað fyrirkomulag, þó að húsbyggingi sé með öðru fyrirkomulagi, önnur teikning, og þar hefur átt sér vel heppnuð uppbygging í húsnæði fyrir fólk með fötlun. Og ég fagna jafnframt aðkomu Landssamtaka Þroskahjálpar að þessu verkefni, en þetta er mikilvægur og stór áfangi í því að auka húsnæðisöryggi þeirra íbúa sem eiga rétt á búsetu í kjörnum sem þessum. Ég vona jafnframt, eins og bókað var í velferðar- og mannréttindaráði Akraneskaupstaðar fyrir allnokkru síðan, að við getum farið í sambærileg verkefni sem þetta þegar þessu verður lokið, og vona að við getum farið í samstarf þarum. En við erum alltaf að byrja hér og því ber að fagna. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur fyrir, orðið er laust. Það er bæjarfulltrúa Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að taka undir með formanni bæjarráðs Elsu Láru Arnardóttur, og þetta er vissulega fagnaðarefni fyrir okkur að við skulum vera komin á þennan stað, að nú sjáum við fram á það að bygging mun hefjast vonandi mjög bráðlega á þessum 5 íbúðum á Beygisskógum 17, og ég fagna því að við skulum hafa náð þessu samkomulagi við Landssamtökin Þroskahjálp. Ég held að þetta sé gott skref fyrir okkur, og eins og kom fram hjá formanni bæjarráðs Elsu Láru, þá erum við líka vonandi í framhaldi af þessu að huga að þá næstu byggingu, en þá held ég að við verðum vel sett til þess að leysa þau íbúðarúrræði sem að við þurfum fyrir þessa skjólstæðinga okkar hér. Þannig að þetta er fagnaðarefni, og vonandi munum við fagna nýju húsi innan ekki langs tíma. Takk fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Einari Brandsssyni fyrir, orðið er laust. Og enginn kveður sér hljóðs. Því ætla ég að lesa upp það sem við berum upp hér til samþykktar. Bæjarstjórn Akraness samþykkir úthlutun stofnframlags til Landssamtaka Þroskahjálpar vegna uppbyggingar húsnæðis að Beygisskógum 17 samkvæmt eftirfarandi skilmálum. A. Samþykkt stofnframlag reiknast sem hlutfall af stofnvirði sem samkvæmt samþykktri umsókn er krónur 132.762.578 og er því samtals 22.350.104 og greinist svo. 12% stofnframlag af stofnvirði samtals að fjárhæð krónur 16.762.578. 4% viðbótarstofnframlag af stofnvirði samtals að fjárhæð krónur 5.587.526. B. Stofnframlag Akraneskaupstaðar 12% að fjárhæð
krónu 16.762.578 skal endurgreitt þegar þau lán sem tekin verða til að standa undir fjármögnun íbúðanna hafa verið greitt upp. C. Viðbótarstofnframlag Akraneskaupstaðar 4% að fjárhæð 5.587.526 skal endurgreitt þegar þau lán sem tekin verða til að standa undir fjármögnun íbúðanna hafa verið greitt upp. Ákvörðunin byggir einkum á skorti á uppbyggingu hentugs húsnæðis fyrir þennan hóp þjónustuþega á Akranesi samanber 18. grein reglugerðar nr. 555 frá árinu 2016. D. Þinglýsa skal á viðkomandi fasteign kvöð veðsetningarbann og takmarkanir á heimildum til afnota samanber ákvæði laga nr. 52 frá árinu 2016 almennar íbúðir og reglugerð nr. 555 frá árinu 2016. E. Landssamtökin Þroskahjálp skulu undirrita samning við Akraneskaupstað þar sem kveðið er á helstu réttindi og skyldur aðila í tengslum við veitingu stofnframlagsins. Þetta er borið upp til samþykktar. Vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt 9-0. Þriðja mál á dagskrá nr. 17.11.001 Bjarg íbúðafélag umsókn stofnframlag október 2017. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 28. febrúar síðastliðinn samning milli Akraneskaupstaðar og Bjargs íbúðafélags stofnframlag og uppbyggingu íbúða á Asparskógum 12, 14 og 16 og þær kvaðir sem nauðsynlegar eru samkvæmt lögum almennar íbúðir og reglugerð nr. 555 frá árinu 2016 og vísar ákvörðun sinni til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir Gjörsvell. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Hér erum við með dagskrálið 3 sem er Bjarg íbúðarfélag, stofnframlög og eins og með fyrra mál þá samþykkti bæjarráð á fundi sínum þann 28. febrúar síðastliðinn samning milli Akraneskaupstaðar og Bjargs íbúðarfélags stofnframlag fyrir uppbyggingu íbúða á Asparskógum 12, 14 og 16 og þær kvaðir sem nauðsynlegar eru samkvæmt þeim lögum sem gilda almennar íbúðir og reglugerðum. Stofnframlag Akraneskaupstaðar er samtals rétt rúmar 92 milljónir króna og það er veitt með því skilyrði og Bjarg íbúðarfélag með því skilyrði að Bjarg íbúðarfélag endurgreiði framlagi þegar öll lán vegna húsbyggingarinnar hafa verið greidd upp og stofnframlag Akraneskaupstaðar sundurliðast þannig að 53 milljónir króna eru gatnagerðargjöld, tengigjöld vegna fráveitu og byggingarleyfisgjöld en bein framlög úr sjóðum kaupstaðarins eru rúmar 39 milljónir króna. Helmingur stofnframlags var greiddur út þegar úthlutun lóða fór fram en seinni parturinn á að greiða út þegar þinglýstir leigusamningar viðkomandi íbúðir liggja fyrir eða sérstakur leigusamningur skriflegur veiti íbúðalánasjóður heimild fyrir því. Nú hefur verið talsverð umræða þessar byggingar Bjargs meðal annars hér á Akranesi og aðkomu verktaka meðal annars hér heima að því. Mér langar bara að undirstrika það hér í lok ræðu minnar að bæjarráð fékk forsvarsmenn Bjargs og fulltrúa frá Vilhjálm Birgisson frá Verkalýðsfélagi Akranes á fund sinn fyrir nokkru síðan til að fylgja þessum málum eftir. Mér langar bara að árétta það hér líka að það er mjög mikilvægt að allir samningar íslenska vinnulöggjöf standi hvað varðar verkefni sem þessi og að verktökum hér heima meðal annars er boðið að taka þátt þegar kemur að stórum verkefnum sem þessum. Ég ætla ekki að tjá mig meira þetta mál að sinni og lík máli mínu hér. Þakka bæjarfulltrúi Elsu Láru Arnardóttur fyrir orðið er laust. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég held að sé nauðsynlegt fyrir okkur á þessum tímamótum að ræða kannski þessi mál aðeins. Það er rétt eins og formaður Bæjarráðs segir að forsvarsmenn Leigufélagsins Bjargs og verkalýðsforystan hér, forstjóri Vilhjálms Birgissonar, komu á fund til okkar. En ég vil nú samt að segja það og hef sagt það hér áður að við þurfum að fylgja þessu betur eftir. Og Vilhjálmur stoppaði nú ansi stutt á þessu fundi þar sem hann hafði öðrum hneppum að hneppa í sinni verkalýðsbaráttu í borginni og í kjölfari af þeim fundi sem við köllum inn til okkar sem var haldinn kannski líka að beiðni minni út af því að hann kom sérst á fund okkar sjálfstæðismanna og eru mjög miklar umræður þar. Varðandi þetta fyrirkomulag sem leigufélagið ákvað að fara í og held ég að sé bara rétt að við fylgjum þessu fast eftir. En mér fannst nefnilega áhugavert í morgun, þá var fundur hjá Samtökum Iðnaðarins með Leigufélaginu Bjarg, þar sem var verið að fara yfir ýmsa þætti og þessum fundi var streymað live eða lifandi, hvað segir maður? Streymað? Streymt. Sem að hefði nú kannski mátt skila sér betur bæði hljóð og mynd, en það er önnur saga. En ég held í ljósi það sem kom allavega fram á þessum fundi og það sem kemur fram í auglýsingu fyrir þann fund, að leigufélagið auglýsir þessar mundir eftir samstarfsaðilum til þess að taka þátt í uppbyggingu hagkvæmra leiguíbúða. Ég held að ég sé kannski búin að sjá ljósi núna að þetta var kannski ekki alveg rétt farið af stað hjá þeim, þar sem í rauninni höfðu lítið samráð við aðila hér, fyrirtæki hér í bænum. Og ég vil bara segja það allavega að hafa verið í meirihluta á síðustu kjörtímabili þegar það hafa tekin ákvörðun þetta mál. Þá kannski bara í ákveðinni einföldun, þá hélt maður bara að þetta yrði ekki raunin. Og það er kannski líka bara sem hjálpar okkur núna eins og til dæmis með samningum þroskahjálp og fleiri verkefni sem erum að fara af stað með hjá kaupstaðnum, að lenda ekki í rauninni svona hremmingum aftur. Og ég ætla bara að leyfa mér að segja hremmingum að því að mér finnst við bara pínulítið hafa verið blekkt eða ekki upplýst, og ég bara pínu vonsvikið með þetta og ætla bara að segja það hér og kalla kannski eftir umræðum hjá bæjarfulltrúum þetta mál. Það er alveg eðlilegt að á einhverju tímapunkti að það sé hagkvæmt að flytja inn einhverjar einingar erlendis frá. Það má vel vera að það sé einhvern tímann hagkvæmt. Og það er ýmislegt sem spilar inn í. Það getur verið laun starfsmanna, það getur verið gengissveiflur, það getur verið svo margt. En hvað gerist þá þegar kannski harðnar á dalnum hjá þessum fyrirtækjum sem eru með þetta verkafólk sem vinnur hér, býr á Íslandi? Hvað gerir verkalýðsforystan þá þegar jafnvel þarf að segja upp starfsmönnum? Þannig ég segi allavega verkalýðsforystan ef hún getur ekki verslað við sitt verkafólk, að þá verður allavega huga því að hagfræðin gildir í tvær áttir þegar harðnar á dalinn og þegar mikil uppsveifla er. En að þessu sögðu þá ætla ég ekki að hafa það mikið lengra en ætla að leggja fram bókun og óska ég þess að hún færð til bókar og held að það sé búið að senda ritara þessa bókun og hún hljóðar svo: Sjálfstæðisflokkurinn á Akranesi lýsir yfir vonbrigðum með það verklag sem Íbúðafélagið Bjarg hefur haft í aðdraganda að byggingu nýrra leiguíbúða fyrir tekjulága einstaklinga á Akranesi.
Verkefnið var ekki kynnt með formlegum hætti fyrir mögulegum samstarfsaðilum á Akranesi og því reyndi í raun aldrei á það hvort verktakar í heimabyggð gætu tekið þessi verkefni innan þess fjárhagsramma sem verkefninu var settur. Og undir þetta skrifa bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Einar Brandsson og Ólafur Adolfsson. Ég þakka bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir fyrir. Orðið laust. Og það bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson, gjörðu svo vel. Já, mér langaði nú eiginlega bara að þakka bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fyrir þennan vinkil sem hún tók og þó hún hafi kallað eftir umræðu hjá bæjarfulltrúum að þá fannst mér að vera knúin til að koma aðeins upp og leggja orð í belgi í þessu máli. Þetta var tekið fyrir í bæjarráði eins og hún réttilega benti á síðasta kjörtímabili og það mjög athyglisvert að skoða einmitt gögnin sem að komu fyrir bæjarráð á þeim tíma af því að þar talað að auglýst verði á næstu vikum til áhugasamra aðila og ég verða að segja það að þeir bæjarfulltrúar sem sátu í bæjarráð á þeim tíma voru í góðri trú að þarna staðið rétt að málum og ég algjörlega sannfærður það og var skilningur allra sem að sátu þann fund að þeir verktakar sem að hér eru í bæ hefðu möguleika að taka þátt í þessu útboði og ég held að það mjög mikilvægt að við lærum af þessu eins og mér finnst svona að vera innleggið hjá bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur þegar maður skoðar það hvernig var staðið síðan að þessu í kjölfarið að þá má eiginlega segja að það hefur verið auglýst útboð sem að var allstaðar á hvergi. Það mátti ekkert lesa út úr þessu að hér var verið að bjóða á 33 byggingu á húsnæði fyrir 33 íbúðir á Akranesi og við vitum alveg að það getur haft veruleg áhrif á kostnað við uppbyggingu hvernig menn þurfa að taka mannskap á staðinn í uppbyggingu og mér finnst mikilvægt að þegar við leggjum að stað í svona verkefni eins og þarna að það hefur verið að koma á það er góð hugsjón á bakvið þetta virkilega góð hugsjón og þetta gott verkefni en það svona aðeins biturt bragðið yfir því þó að svona hafi svona fyrsta útgáfan verið að þeir góðu verktakar sem eru hér í bæ á Akranesi áttu í raun að mínu mati ekki möguleika á því að vita að þeir væri að bjóða í íbúðir hér á Akranesi og þetta snýst ekki um það hvort að þessir aðilar hafi verið með dýrari verð, þeir bara fengu ekki sömu möguleika að mínu mati, bara fengu ekki möguleika á að bjóða og það það sem að og ég ítreka að þarna var talað að auglýst það á næstu vikum þetta, ég nefndi það að við þurfum að læra af þessu og það mjög mikilvægt að því að við vorum að afgreiða hér rétt áðan mál sem þroskahjálp húsbyggingarsjóður og samningur uppbyggingu að þar erum við að stíga ákveðin skref áfram það sem verið að nýta sér akkurat þessa löggjöf fjármögnun sem við fáum síðan greitt aftur eins og í þessu verkefni að þar viljum við vera mun harðar á því hvernig við gætum þess að þetta verið auglýst þannig að jafnræðis gætt í útboði og erum við búin að koma því rækilega á framfæri og ætlum að reyna að finna leiðir til þess að geirnegla það í framhaldinu hvort sem að það er að fylgjast bara mjög rækilega með eða tryggja það einfallega í samningum og útfærslan á því bara í okkar höndum að tryggja að svo geti verið
Og þetta er gríðarlega mikilvægt af því að þetta er bara fyrsta verkefni sem við vorum að fara af stað með og svo annað verkefni sem við vorum að fara af stað með. Það verða alveg örugglega fleiri verkefni ef að átakshópur aukið framboð á íbúðum og aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði nær fram að ganga. Þar er verið að tala að nota þessi úrræði fyrir bara fyrir leigumarkaðin í heild sinni og ný húsnæðisfélög eiga að fá að rísa sem að er einmitt skilgreind í tillögum starfshópsins sem eru margar góðar og þess vegna vil ég bara taka virkilega undir það sem var sagt hér vinnubröðin í þessu máli og læta duga að sinni. Þakka bæjarstjóra Sævari Frey Þráinssyni fyrir og orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vil bara endurtaka það hér sem að ég kom örlítið inn á í fyrirræðu minni að það er mikilvægt að verktakar, meðal annars hér á Akranesi, að þegar farið er í verkefni sem þessi að aðilar eigi möguleika á að koma að borðinu. Það voru allir bæjarfulltrúar í góðri trú og þegar að farið var af stað í verkefni á sínum tíma og eins og bæði bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á og bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson að það kom fram í þeim gögnum að á næstunni yrði auglýst sem sagt það að væri að vera að fara í þetta verkefni og skilningur fólks að aðilar fengju það skýrt fram að hér væri verið að fara í þessa byggingu hér á Akranesi og að þeir ættu möguleika að koma að borðinu. Okkar verktakar eða þeir verktakar sem hér starfa meðal annars höfðu aldrei þennan möguleika og ég verð líka bara að segja það alveg eins og er að ég var á Alþingi þegar og átti sat í verkefnastjórn framtíðarskipan húsnæðismála sem að skrifaði meðal annars þessi frumvörp almennar íbúðir og þessi stofnframlög og satt jafnframt í velferðarnefnd Alþingis og var framsögumaður þessa máls þegar það fór í gegnum þingið. Og markmið þessara laga eru mjög góð að byggja upp hagkvæmt húsnæði fyrir fólk sem það á að geta ráðið við. Þetta var stórt innlegg inn í kjarasamninga, síðustu stóru kjarasamninga sem við stóðum frammi fyrir, hvað var þar nú man ég ekki nákvæmlega árið 2016, já, bara síðast þegar ríkisstjórnin var að koma með stóra mótvægisaðgerðir og þetta var eitt af þeim atriðum sem verkalýðsforystan lagði gríðarlega mikla áherslu á í sínum málflutningi þá og mjög mikilvægur málflutningur. En við verðum að hugsa málið eins og fram hefur komið hér í heilan hring að hjá fyrirtækjunum starfar iðnaðarmenn og fleiri sem að berjast fyrir bættum kjörum og við þurfum að hugsa það að fyrirtækin hafi verkefni og mér finnst bara mjög gott að við hefur verið komið rækilega á framfæri við þann samning sem við rættum hér áðan og samþykktum Landssamtökin Þroskahjálp að hvaða reglur og skilmála við setjum og við höfum lært af þessu en ég vil bara endurteka það að það vita það allir að hér voru allir í góðri trú og markmiðið er gott, þetta er gott verkefni og svo virðist sem að Bjarg sé að læra af þessu, ég vona það og við líka og við höfum að stíga farsæl skref ég vissum í áframhaldinu. Takk fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur fyrir. Orðið er laust.
Og það er enginn sem kveður sér hljóðs í bili og því ætla ég að biðja varaforseta Einar Brandsson að taka aðeins við stjórnum. Já, þú biður orðið. Já, það er bæjarfulltrúinn Gerður Jóhannsdóttir sem óskar að taka til máls, gjöru svo vel. Já, forseti Einar Brandsson, bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýðið að hlusta, horfa. Ég ætla nú að byrja að fagna því að við séum að fara af stað í þessi verkefni, en augljóslega ætlaði þetta fyrsta verkefni að greinilega vera okkur einhver ákveðin lexía í þessu. Þetta bara sýnir okkur hvað ber að varast og treyst ekki of á að hlutinir fari á einhvern veg sem að við teljum, þó það greinilega fylgir hlutunum betur eftir. Ég held að fyrirverandi meirihluti að við ætla sér að gera það í góðri trú. Og nú þegar við ætlum að fara að byggja íbúðir fyrir Þroskahjálp sem er tímabært og vonandi að framhald verði á í þeim efnum að bæta stöðu fólks til eigin búsetu hér á Akranesi, þá ætlum við að passa betur upp á þetta í sameiningu. En mér langar bara að segja það að verkalýðsfélögin sem að standa að þessu, að þið hafi valið að fara þessa leið er mér gjörsamlega fyrirmunað að skilja. En það er bara mín persónulega skoðun á þessu og ætla að vona að þeir standi við það að þetta verði gert á aðeins ígrundaðri máta heldur en í fyrsta skiptið, og þakka fyrir. Já, bæjarfulltrúinn Gerður Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir því að það er bæjarfulltrúinn Ólafur Adolfsson sem hefur óskað eftir að taka til máls, gjöru svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara svona til að hafa það alveg á hreinu, þá er það þannig að þetta er ekki meirihlutamál á síðasta kjörtímabili. Þetta er í rauninni ákvörðun bæjarstjórnar og þetta var í raun í upphafi hugmynd Samfylkingarinnar og Samfylkingin barðist fyrir þessu, vildi setja þetta mál á oddinn og ég kann þeim í rauninni bestu þakkir fyrir því að þetta verkefni er í rauninni skynsamlegt og ég er sammála því að þetta munum við læra af því að hafa ekki gerðnert hvernig við viljum sjá þetta ganga fram og að því til er þetta dýrmæt lexía. Bæjarfulltrúinn Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir því að það er bæjarfulltrúinn Gerður Jóhannsdóttir, gjöru svo vel. Já, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, hann sem sagt myndi mig á það hvaðan gott kom, en er ekki sama hvaðan gott kemur. Ég held að ef allir hafa staðið að málinu, en það sem stendur eftir, við ætlum að gera betur næst. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Gerður Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að tala, það er bæjarfulltrúinn Guðjón Viðar Guðjónsson, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég skal bara eigna mig barnið. Það er bara þannig. Ég stakk upp á þessu fyrst, upp á bæjarmálafundi hjá Samfylkingunni að fara að tala við Bjarg. Af því að ég náttúrulega tengdi svolítið inn í verkalýðshreyfinguna og heyrði að þessu þar og ég finnst þetta bara gott mál. Og eins og ég hef komið fram hérna, þá er bara margt af þessu að læra og vonandi sjáum við bara okkur fart í að halda þessu svona áfram, að það verði áfram byggt svona húsnæði á vegum Bjargs og það var fleiri félaga. En það verður þá bara, við ferum þá bara í dýpri viðræður og hvernig skuli að þessu staði næst, það held ég verði bara öllum til heilla og ég sem iðnaðarmaður, ég styð bara mitt fólk hérna á Akranesi og allir hafi sína
Njótu góðs af þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef svo ekki þá bið ég starfandi forseta að taka við stjórn fundarins. Takk fyrir þessa góðu innarskiptingu. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Orðið laust að nýju. Ég ætla að lesa aftur upp bókun Sjálfstæðisflokksins svona til að rifja upp það svo langt sem að lesa. Bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins við mál 17.11.00 Bjarg íbúðafélag. Sjálfstæðisflokkurinn á Akranesi lýsir yfir vonbrigðum með það verklag sem íbúðafélagið Bjarg hefur viðhaft í aðdraganda að byggingu nýrra leiguíbúða fyrir tekjulága einstaklinga á Akranesi. Verkefni var ekki kynnt með formlegum hætti fyrir mögulegum samstarfsaðilum á Akranesi og því reyndi í raun aldrei á það hvort verktakar í heimabyggð gætu tekið að sér verkefnið innan þess fjárhagsramma sem verkefninu var settur. Undir þær bókunina rita Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Einar Brandsson og Ólafur Adolfsson. Ég ætla því að bera eftirfarandi upp til samþykktar. Bæjarstjórn Akranes samþykkir samning Akraneskaupstaðar og Bjargs íbúðafélag HSES varðandi úthlutun stofnframlag sem og þær kvaðir sem nauðsynlegar eru samkvæmt lögum almennar íbúðir og reglugerð nr. 555 frá árinu 2016 og þinglýsa þarf á lóðirnar eða íbúðirnar. Eftirfarandi var borið upp og til samþykktar gefa merki. Það er 9-0. Takk fyrir. Þá er komið að fjórðulega á dagskrá. 19.01.005 er númer á honum, fundargerðir 2019 frá bæjarráði og það er fundargerð númer 3368 frá 28. febrúar síðastliðnum. Orðið er laust hana og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Hér ræðum við fund bæjarráðs nr. 3368 frá 28. febrúar síðastliðinn. Ég ætla að fara yfir nokkur mál af fundinum. Ég gleymdi tölvunum minni, forseti. Má ég stíga aftur úr stól vegna sem ég með gögn í henni sem ég þurfti að nota? Gjörðu svo. Takk fyrir. Fyrsta máli sem ég ætla aðeins að fara inn á er dagskrárliður 2 sem er bókasafn framtíðarinnar og þetta er eitt þeirra verkefna sem stuðla að framgangi nýrrar menningarstefnu Akraneskaupstaðar og verkefni miðar að því að skilgreina framtíðarbókasafni hlutverk þess í samfélaginu, að starfsemi byggja á þörfum íbúa og sé í samræði við þá, að auka eða bæta samstarf við aðrar stofnanir og að aðlaga hlutverk starfsmanna og hæfni til samræmis við breyttar kröfur. Menningar- og safnanefnd óskar eftir fjárheimild til að kaupa aðkeyptri þjónustu við framkvæmd verkefnisins. Og bæjarráð samþykkti fjárveitingu til verkefnisins að fjárhæð 1.430.000 með fyrirvarum úthlutun úr uppbyggingarsjóði Vesturlands en umsókn liggur þar fyrir og bíður niðurstöðu. En fái svo úthlutun mun fjárhæð Akraneskaupstaðar lækka sér því nemur og eins og fram kemur í þessum dagskrárlið þá er hér aðkeypta þjónustu við framkvæmd verkefnisins bókasafn framtíðarinnar og það er nú svo að það er mjög mikið metnaðarfullt starf sem á sér stað innan menningarsviðs kaupstaðarins og starfsmenn hafa mörg verkefni á sínum snærum og til þess að framkvæmd þessa verkefnis og innleiðing þess taki sem best þá er það matið að það væri gott að fá utanaðkomandi ráðgjafa til þeirrar vinnu. Dagskrárliður 3 er Bíóhöllin, samningur 2019 og þarna var tillaga fyrir bæjarráði framlengingu á samningi varðandi bíóhöllina við vinihallarinnar rekstur bíóhallarinnar og bæjarráð samþykkt á þessum fundi sínum framlengingu á samningnum rekstur bíóhallarinnar 6 mánuði
frá út júní 2019 og samhliða því var því beint til menningar- og safnanefndar að skilgreina hlutverk og markmið með starfsemi bíóhallarinnar með tilliti til stefnumótanir í menningarmálum á Akranesi og þarna mjög mikilvægt að mér finnst að við horfum til þess að starf sem við viljum meðal annars að sé í bíóhöllinni að það sé ákveðin fjöldi bíósýninga á hverju ári að skólaskemmtunum sé gefið ákveðið rými. Við höfum verið að sjá að til dæmis Fjölbrautaskólinn og grunnskólarnir nýbúið mjög flott leikrit í bíóhöllinni að þessir aðilar fái það svigrúm sem þeir hafa verið að fá reyndar, að fái það svigrúm sem þeir þurfa til þess að geta sýnt sínar sýningar og að það séu ákveðinu tónleikar og ákveðið menningarstarf sem á sér stað og við höfum séð að það hefur verið afar og flott starf, menningarstarf í bíóhöllin okkar og það bara ósk þeirra sem hér stendur að svo verði áfram. Dagskrárliður 4, það málþingi, lifandi samfélag, öflugt atvinnulíf en á fund bæjarráðs kom Sigríður Steinunn, verkefnastjóri, Jónsdóttir, verkefnastjóri atvinnumála, tók sæti á fundi bæjarráðs og kynnti fyrir bæjarráði málþingi að sækja vatnið yfir lækinn sem verður hér á Akranesi í Tónbergi 23. mars næstkomandi og hefst 11:30 og þarna eru nokkuð mörg erindi frá alls konar aðilum. Þarna eru pallborðsumræður og mjög spennandi dagskrá sem hefur verið auglýst víða og bæjarráðið mitt bókaði það á þessum fundi sínum að legði áherslu á að dagskrá málþingsins yrði birt eigi síðar en 7. mars og það náði fram að ganga og hvetur leið áhugasamum að skrá sig á málþingi sem ég langar jafnframt að gera hér og þarna spurningu varpa fram eins og bara telur þú að Vesturland búið við ónýttum tækifærum, hvernig telur þú að vera frumkvöðl á Vesturlandi og hvaða áhrif það getur haft til dæmis á samfélag sem okkar, stór fjöldi íbúa sæki vinnu út fyrir bæjarmörkin og þarna, þetta mjög flott dagskrá. Ég vil þakka Sigríði Steinunni Jónsdóttur, verkefnastjóra atvinnumála og öðrum þeim sem hafa verið undirbúa þetta verkefni og þá sem fengur styrk fyrir því, fyrir afar flotta dagskrá. Dagskrárliður 5, það Akranes ímynd, styrkleikar og stefna. Þarna var verið að kynna hugmyndir sem Sigríður Jónsdóttir, verkefnastjóri atvinnumála, var að kynna fyrir bæjarráði og hugmyndi var svo að hafa kynningu í gær fyrir alla bæjarstjórn. Sú kynning hefur verið frestað fram til mánudagsins eftir tæpa viku. Að mig minnir að það sé tíminn sem við höfum fengið fundarboðum og vona að flestir geti mætt. Dagskrárliður 6, kynning á starfsemi Computer Vision EHF, mjög áhugavert, þar sem Ársæll Baldursson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, tók sæti á fundnum og var með mjög áhugaverða kynningu og bæjarráð fól bara bæjarstjóri okkar Sævar Freyr Þráinssyni að vinna málið áfram. Dagskrárliður 7, breyting á opnunartíma bæjarskrifstofu. Þetta var tillaga verkefnastjóra breyttan opnunartíma í þjónustu verið Akraneskaupstaðar og það var hún Sædís Alexía Sigmundsdóttir, verkefnastjóri, sem kynnti þessa tillögu fyrir bæjarráði en tillaga snýst að frá mánudeginum eftir viku, tæpa viku, þá verði þjónustu verið Akraneskaupstaðar opið mánudag til fimmtudag frá 9 til 3 og föstudögum frá 9 til 2. Í staðinn verður opið í hádegi, þetta aukning á opnunartíma 1,5 tíma á viku. Það verið að stytta opnunartíman á meðal annars föstudögum og það svona hugmyndin að geta nýtt þetta í til dæmis námskeið fyrir starfsmenn og þetta tilraunaverkefni til árs
og svipað verkefni í gangi núna í Árborg sem við berum okkur oft saman við. Dagskrárliður 8, það samningur við Klifurfélag ÍA, drög að rekstrarsamningi milli Akraneskaupstaðar og Klifurfélagsins, en hér verið að styrkja félagið með tímakaupum til iðkenda. Síðan að dagskrárliður 9, reiðskemman, mál sem fjallar reiðskemman, þetta var drög að kaupsamningi og afsal vegna æðarodda, Miðvogar, og lagður fram til samþykktar og bæjar að samþykktu kaupa landinu æðaroddi Miðvogur og þetta heildarkaupverð er 8 milljónir króna, kostnað við þinglýsingar heildarkaupverð landsins er alls 8 milljónir króna og kostnað við þinglýsingar og löggerninga áætlaður 100.000 krónur. Og heildarkostnaði sem 8,1 miljón verður mælt með samsvarandi lækkun á áætlun rekstrarafgangi á samstæðu Akraneskaupstaðar sem samkvæmt fjárhagsáætlun er áætlaður alls 424 milljónir króna. Ég ætla aðeins að enda hérna máli 10, það fer nú að styttast hjá mér. Dagskrárliður 11, það er Höfði sviðsmyndagreining og það var lögð fram kynning að sviðsmyndagreiningu fyrir Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili, sviðsmyndagreining sem snýr að því að skoða fyrstu skref í því bara gögn sem liggja bara núna fyrir ef að Höfði yrði sjálfseignarstofnun. Þarna voru mjög áhugaverð gögn lögð fram en ýmsum spurningum enn ósvarað í þessum efnum. Og eins og hvað var það til dæmis kjaramál þeirra starfsmanna sem að starfinnan Höfða, lífeyrisskuldbindingar, hvað var það brú og aðra þætti, hvað var það stofnfé. En þetta eru bara vinna sem var lögð fram og er bara akkurat á því stigi akkurat núna. Engar ákvarðanir verið teknar í þeim efnum en þetta er sviðsmyndagreiningar sem eru að skoða ógnanir og tækifæri, styrkleika og veikleika við þessar hugmyndir. Síðan koma þarna mál sem eru reglur sérstakan húsnæðisstuðning og þroskahjálp húsbyggingarsjóður og Bjarg íbúðarfélag sem eru allt mál sem við erum búin að fara yfir og samþykkja hér á þessum fundi. En við aðeins á því að náði ekki að prenta út dagskrárlið númer 10, þannig að ég ætla örlítið að fara yfir hann sem er mánaðar árslutauppgjörið fyrir fyrstu 9 mánuði ársins árið 2018 og en það er þannig að A-hluti rekstrarreiknings að rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð og nam 673 milljónum króna en áætlun höfðu gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstaða fjárhæð 160 milljónir króna og rekstrarniðurstaðan fyrir fjármagnsliðinn nam 555,9 milljónum en áætlun höfðu gert ráð fyrir 92,4 í rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði. En rekstratekjur tímabilsins námu samtals 4.877 milljónum króna og voru því samtal tæpum 249 milljónum krónum yfir áætlunum eða 5,4%. En helstu frávikin eru þær að endurgreiðslur voru 220,7 akkurat milljónum krónum yfir áætlun tímabilsins og það er sala Dalbrautarreitsins sem spilar þar inn í 195 milljónir króna og síðan aðra tekjur eins og leikskólagjöld, fæðisgjöld í skólum og annað voru 25 milljónum króna yfir, arður af eignum var einnig yfir áætlun rétt tæpum 19 eða 18,8. Síðan voru heildarútgjöld tímabilsins námu samtals 4.182 milljónum króna en áætlun hafði gert ráð fyrir gjöldum að fjárhæð 4.402 tæplega milljónum. Og eru gjöld tímabilsins í 219 rúmum milljónum krónum undir því en áætlun gerði ráð fyrir eða sem nemur 5%. Og það eru helstu frávikin eru þau að það eru lífeyrisskuldbinding sem er
77,6 milljónum krónum undir áætlun og launagjöld án lífeyrisskuldbindingar eru 53,4 undir áætlun eða tæpum 2%. Þjónustu orkukaup eru 56 milljónum krónum undir áætlun og það frávik skýrist meðal annars að því að búið að bóka talsvert minna kostnaði vegna verkfræði og arkitektaþjónustu vegna deiliskipulags en gert var ráð fyrir á þessum tímapunkti. En jafnframt var gert ráð fyrir að skipulagskostnaði vegna sementsreit yrði hærri á þessum tímapunkti en raun ber vitni. Afskriftir tímabilsins námu tæpum 140 milljónum króna en áætlun gerði ráð fyrir það voru 139,6 en áætlun gerði ráð fyrir 134,7. Síðan eru þarna í gögnum efnahagsreikning og sjóðstreymi B-hlutin og sem sagt hvað varðar þessa þætti þá ætla ég bara að láta þessu lokið en svara spurningum ef að ég held að sé of löngu mál að fara að þylja þetta allt upp en þetta lítur vel út. Ég þakka bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur fyrir, orðið er laust. Og það er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Það eru 2 atriði sem ég langar aðeins til að koma inn á úr fundargerð bæjarráðs. Í fyrsta lagi er það í rauninni árshlutauppgjörið. Og kannski því tengt að þá langar mig til þess að fagna myndböndunum sem nú er verið að setja í loftið. Er verulega ánægð með þetta og eykur gagnsæi og svona sýn bæjarbúa á það hvert krónurnar er að fara. Algjörlega frábært framtak. En í tengslu við uppgjörið þá kannski svona verð ég að segja það, ég var kannski bara svona pínlítið undrandi þegar ég áttaði mig á því að það var verið að birta okkur 9 mánaða uppgjör undir lok febrúar. Mér finnst það bara mjög seint. Þekkjandi dálítið til í slíkum málum, sem sagt bara úr mínu starfi. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum að leggja okkur fram að reyna að breyta. Af því að það er bara mikilvægt að þetta eru náttúrulega frábærar fréttir. Ég meina niðurstaðan endurspeglar bara góðan rekstur bæjarfélagsins. Það er miklu betri afgangur heldur en við reiknuðum með og ýmsar svo sem skýringar á því. En það er erfitt að taka upplýstar ákvarðanir og forgangsraða rétt ef maður hefur ekki tímanlegar fjárhagsupplýsingar og ég ætla ekki að höggva í einn í þessu samhengi. Ég veit að allir eru að gera eins vel að þeir geta en ég held að þetta snúist kannski bara að setjast aðeins niður og gera einhverja aðgerðaráætlun í því hvernig við breytum þessu. Af því að það er hægt. Það getur enginn sagt mér neitt annað. Það er bara svoleiðis. Ég kaupi það ekki að það sé ekki hægt að gera þetta á styttri tíma. Og ég held að þessi okkur öllum til hagsbóta að vinna í því að gera það. Og í rauninni, já, ég vildi bara svona koma þessum hugsunum mínum á framfæri og ég svo sem, já, ætla ekki að fara í detail ofan í þetta uppgjör svona í ljósi þessa að í mínum huga þá eru þetta bara gamlar upplýsingar.
Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Söndru Margréti Sigurjónsdóttur fyrir. Orðið er laust og það er bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var nú bara að byrja á að takka fyrir hrósið út af þessum myndböndum. Ég er gríðarlega stoltur að því að vera endurtaka leikinn frá því fyrir ára síðan og nú erum við að fara í loftið á ný og fyrsta myndbandi birtist í gær og mun svo birtast eitt á dag og vonandi bara á meðan að þessi fundur er að fara fram þá bætist annað við. En já, bæjarfulltrúi Sandra Margrét benti sömuleiðis á uppgjörið okkar og það er bara hárrétt sem hún segir að það er bara ekki til eftirbreytni að við séum að fjalla 9 mánaða uppgjör svo seint og ég ætla bara að lýsa því þannig að við vorum fyrir löngu tilbúin með þetta og það er bara handvömm hjá okkur embættismönnum að hafa ekki klárað að taka það fyrir í bæjaráði. Við vorum vissulega á kafi í áætlanagerðinni í desember og ég hef mér aðeins til málsbóta. Ég fór í aðgerði í 10. janúar og svo vaknaðum við bara upp á vondum draum og biðum bara smá skilning að þessu sinni en ætla að sjá til þess að þetta gerist ekki aftur. Þakka bæjarstjóra Sævari Freyr Þráinssoni fyrir. Orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar til að taka undir með þeim sem hér hafa talað og lýst yfir ánægju sinni með 9 mánaða uppgjör. Mér er eiginlega alveg sama hvað það er gamalt ef það er bara gott. Þá get ég alveg lifað með því og vitum auðvitað bæjarstjórinn okkar sem er nú kannski svona ákveðin punktur í þessari tilveru, hann hefur auðvitað verið á annarri löppinni. Ég er eins og mjög ánægður með að brýning mín á síðasta fundi vegna myndbandana hafi skilað sér og hann hafi ákveðið að drífa það í loftið. Nei, svona gamni sleftu. Þá langar mig nú til að varpa spurningu til formanns bæjarráðs og kannski líka forseta í fjarveru oddvita Samfylkingarinnar. Hvernig menn líta á þetta væntanlega uppgjör ársins, hvort að menn er ekki í rauninni nokkuð glaðir með þetta og kannski skýra það út hverjar er helstu ástæður þess að okkur er að ganga svona vel. Og þá langar mig til að minna á ákveðna greina sem ég hef vakið athygli á hérna oftar en einu sinni og það má kannski þá nefna það í því samhengi. Já, ég þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssoni fyrir. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Áður ég segi meira þá ætla ég að byrja á því sem að ég ætlaði að byrja á í fyrri ræðu minni hér að óska að okkur öllum til hamingju með þessi flottu vídeó og bæjarstjóra sem það lagði mikla vinnu í þau fjármál bæjarins og fjárhagsáætlun. Þetta er til fyrirmyndar bara og Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri. Þetta er til fyrirmyndar, þetta er velgjert, þetta er auðskiljanlegt og gott fyrir hvern sem er að átta sig á fjárhagsstöðu bæjarins með því að horfa á örstutt vídeó. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom bara með góða brýningu sem er okkur öllum hollt og gott að hafa í huga og ég vil þakka þér fyrir það, Sandra. Og Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi kom með spurningu og spyr þetta 9 mánaða uppgjör ársins og það lítur gríðarlega vel út og hver er helstu ástæði fyrir því
Óli minn, Ólafur Adolfsson, bæjarfulltrúi, eru hagsýni og ráðdeild. Ég skal bara viðurkenna það glöð í bragði hér og ég sé að það kætir Óla mjög svo og það er ánægilegt. Ég þakka bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur fyrir og orðið er laust. Enginn kveður sér ljós og því ætla ég að biðja bæjarfulltrúa Einar Brandsson að taka við hlutverki forseta. Já, bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Ágæti bæjarfulltrúar, ágæti bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Já, við verðum ekki bara að taka undir orð hennar Elsu Láru hérna áðan og segja að ákveðnar ráðdeildar hafi nú gætt hjá okkur og þetta verður seint greinlega grafið hjá háttvirtum bæjarfulltrúa. En jú, herru, þið eru góð í þessu. Ég vona bara að við erum jafn góð í þessu líka. Takk fyrir. Bæjarfulltrúin Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum að ræða hér fundargerð í Bæjarás og ég ætla nú hérna bara að taka heilshugar undir orð bæjarfulltrúa Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur í þessu hérna varðandi uppgjörið okkar, 9 mánaða uppgjörið, bæði tímasetning og annað en ég held að það sem við erum að taka með okkur í þessu að við getum gert betur og við þurfum ekki að horfa langt eða lengra til annarra sveitarfélaga bara í nær höfuðborginni að hérna í rauninni hvar við getum bætt okkur og upplýsingaflæðið er gríðarlega mikilvægt og við séum að taka upplýsingar á raun eða taka ákvarðanir út frá hérna raun upplýsingum. Já, hér var rætt hérna líka með fyrirspurn bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar. Það var nú eftir að ræða ásuppgjörið þannig að þetta verður nú örugglega grafið upp aftur og kannski verður bara lestur, ég veit ekki en öllu ganisleftu þá held ég að við getum alveg þakkað þetta uppgjör en þá nú eftir að koma endalegt. Það eru aðrir þættir í þessari fundargerð sem ég langar aðeins að nefna. Það er 3. liður, bíóhöllin samningur. Þarna var ákveðið að gera samning fram að miðju ári við vini hallarinnar og ég held að ég tali fyrir hönd okkar allra hér inni að þeir sem standa að viðburðum þar hafa staðið sig gríðarlega vel. Það er ekkert hægt að segja neitt annað. Þarna hafa verið í mörg ár margar bíósýningar fyrir börn og fullorðna og alls konar viðburðir, tónleikar og fleira sem að held ég að bæjarsálin sé mjög þakklát fyrir. En það er þáttur þarna inni sem bara allavega trufla mig og ég bókaði þarna á þessum fundi að ég tel mikilvægt að samningurinn verði tekinn til endurskoðunar innan ársins 2019 með samkeppnissjónarmið að leiðarljósi. Það eru önnur sveitarfélög eins og við að reka svona bíó, ef má segja þessu svo. Við getum horft til Hafnarfjarðar með sitt bæjarbíó og þar er reksturinn einfaldlega boðinn út og það er gerður 3 ára samningur. Og ég held bara í ljósi þess bara hversu þetta hefur verið pínu laust í rásinni að við þurfum að hafa þetta bara svolítið skýrar og meiri gagnsæi í þessu að hafa þetta í formi útboðs og vonandi ná við einhverju góðri lendingu í því. Það er kannski eitthvað sem á eftir að koma aftur inn á borð Bæjarás.
sviðsmyndagreining varandi rekstrarform Höfða. Ég hefði viljað að formaður bæjarráðs sagði hér í pontu áðan að það yrði haldið áfram með þessa vinnu. Hvað svo, spyr ég nefnilega, sko, hvað svo? Því ég hef kallað eftir þessu og Ólafur Ratarsson bæjarfulltrúi hefur líka kallað eftir þessu. Og hvað ætlum við að gera við þessu gögn sem við höfum í höndunum núna? Ég ætla að vona að þau fari ekki bara ofan í skúffu og verði tekin upp eftir 3 ára eða eitthvað slíkt. Að við höldum á spöðunum og hömrum járni með þær heitt og skoðum virkilega hvort það sé raunhæft að gera breytingar og hver þá ávinningurinn yrði að því og taka einhverja ákvörðun í þeim efnum. Heilsueflandi samfélag 14. liður og þar þakka ég bæjarstjóra fyrir að koma þessu máli aftur á dagskrá og gera það hér í pontu. Af því að á síðasta ári þá fórum við þáverandi meirihluti að stað með í rauninu þetta verkefni og vildum svona setja það markmið að hafa heilsueflingu að leiðarljósi við stefnumörkun og ákvörðunartöku Akraneskaupstaðar og ég vona að við getum unnið áfram af því og gert það myndarlega öllum íbúum til hagsbóta. En að lokum þá ætla ég að gera slíkt í sama og þakka fyrir það að myndböndin sé komin aftur á dagskrá og sé komin í kynningu og hrósa bæjarstjóra, verkefnastjóra Sædísi Alexíu og Heiðari Mar hjá Coworking kvikmyndagerðarmanni fyrir bara glæsilega vinnu. Og ég hef rosalega gaman að því að heyra hér að allir bæjarfulltrúar eru rosalega ánægðir með þessa vinnu af því að við fórum á stað með þetta síðasta kjörtímabili og ætluðum okkur einmitt að birta nokkur myndbönd en það var stoppað af af því það var talið vera nálægt kosningum og hvort það var af öllum flokkum eða einhverjum ákveðnum flokkum ég eins og sem ekki alveg viss En ég fór að velta því fyrir mig hvort og fór að horfa á gömlu myndbandi hvort það væri meiri pólitískur áróður í myndbandin sem voru þá og þessum sem eru núna. Þannig að ég velti bara aðeins upp og því kannski bara ykkar að meta það og því getur svo sem svara því hér í pontu en ég get ekki séð það að það sé einhver pólitískur áróður í myndbandinu núna hvert fara krónurnar á skóla- og frístundasviði eða þeim sem voru birtar fyrir kosningar en ég fagna því að við séum öll á sömu blaðsíðu í dag. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir sem óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil endilega líka taka undir orð bæjarfulltrúar Rakelar Óskarsdóttur varðandi 3. lið og bíóhöllina. Ég held bara að í dag sætti sig enginn við það að vera einhverju áskrift að hlutum og það ekki réttlátt gagnvart neinum. Sé það bara með áframhaldi og endalausum bara áframhaldandi samningum án þess að allir séu dregnir á borðinu séu þeir til. Kannski eru þeir ekki til en það þá jafnréttisgrundvelli fyrir alla ef að við stöndum vel að málum hér. Og í öðru lagi þá ætlaði ég líka að þakka fyrir myndböndin. Þau eru góð, ég get ekki séð neina pólitík í þeim fyrri eða síðari. Þetta eru alveg hráar upplýsingar að mínum mati. Vel matreiddar, ánægja fólks út í bæ, auðskiljanlegt og það það sem væntanlega þið vildu koma á fræðfæri og við líka. Að það sé smá á mannamáli hvernig við forgangsröðum hér í bæ. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Ef svo, já, lengi von á einum. Það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, forseti og þeir sem aðrir sem á hlýða. Ég vil jafnframt koma upp fyrir hönd okkar Framsóknarflokksins eða okkar mínu Elsu, bæjarfulltrúi Elsu Láru og þakka fyrir bara frábæri vídeó. Ég sé ekkert pólitískar af þessi vídeó frekar en hinn.
Ég vil þakka Sævari og Sædísi og öllum þessum koma að þessu og jafnframt kannski leiðrétta að Heiðar Már kemur frá Munin kvikmyndagerð en ekki Coworking. Það annað fyrirtæki sem hann með líka. En bara skiptir svo mikið máli en bara frábært starf og bara gaman líka því ég held að séu mjög fáir sem enn að rýna í einhverja ársreikninga og annað. En vídeo sem rúlar á Facebook bara mjög gott. Takk. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki. Bið ég þá starfandi forseta að taka við stjórn aftur. Þakka bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni fyrir. Orðið laust. Enginn hefur óskað eftir að taka til máls og því fundargerð bæjarráðs númer 3368 frá 28. febrúar lögð fram til kynningar. Þá 5. liður á dagskrá 19.01.007 fundargerðir 2019 frá skóla- og frístundaráði. Það 2 fundargerðir númer 100 og númer 101 frá 5. mars og 7. mars árið 2019 sem eru til umfjöllunar og orðið laust og það bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. 100. fundur skóla- og frístundaráðs fór fram 5. mars síðastliðinn og svo fundur nummer 101 svo strax daginn eftir 7. mars. Ég ætla bara rétt svona aðeins að stikla því sem fór fram. Tillaga fulltrúa í samráðshóp ungmenna var samþykkt en í hópnum mun verða mótaður vettvangur fyrir ungt fólk til þess að taka þátt í bæjarmálunum og koma sínum skoðunum á framfæri. Rætt var inntöku barna á leikskóla haustið 2019 og þar erum við að hafa til hliðsjónar sömu þjónustu var í inntöku barna haustið 2018. Kynnt var fyrir skóla- og frístundaráði stöðu mála vegna húsnæðisvanda grunnskólana og samstarfs við FFA en fundur framtíðarhugmyndir húsnæði grunnskólana á Akranesi fór fram 27. febrúar síðastliðinn. Ég vil þakka öllum sem stóð að undirbúningi fundarins og þeim sem tóku þátt á fundinum en niðurstöður fundarins eru mikilvæg gögn í frekari vinnu sem framundan Umræðan muni vera tekin upp á nýju þegar gögn hafa borist og engar ákvarðanir hafa verið teknar þessi mál. Takk fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Báru Daðadóttur fyrir og það bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Það var skemmtilegt að taka þátt í 100. fundi skóla- og frístundaráðs þar sem okkur ráðsmönnum var boðið upp á vöfflukaffi. Ég hafði það orðið þegar ég kom inn í bygginguna að þetta myndi mig bara á karphúsið og var að veltaði fyrir mér hvað hefði verið eiginlega samið í þessu sambandi og þetta voru ljómandi fínar vöfflur. Mér langaði til að tæpa á nokkrum málum varðandi starfshópinn framtíðarþörf á leikskólaplásum og þá kom hann inn á fund til okkar með áfangaskýrslu og það er mikið af upplýsingum sem hafa verið unnar þarna í starfshópnum sem eru mikilvægar fyrir okkur kjörna fulltrúa til að átta okkur á í rauninni stöðu mála og hvert við erum að stefna og það er svo sem voru líka reifaðar hugmyndir að starfshópurinn haldi áfram störfum eftir skil til þess að vinna að þeim lausnum sem að í rauninni liggja þá á borðinu til þess að leysa vandann og aðstoða okkur þá í framhaldinu. Og ég held að það sé bara góð hugmynd. Þetta er mikilvægt að vinna þessa vinnu vel. Síðan fengum við inn á borð til okkar frá bæjarráði óskum að
í rauninni skipa starfshóp framtíðarskipulag mötuneytismála og þetta held ég að sé í rauninni gott tækifæri fyrir okkur skagamenn að skoða dálítið vel, rýna vel í það hvort og hvernig við getum náð fram hagræðingu. Það eru alls konar fjárfestingar í hinum ýmsu eldhúsum bæjarins sem liggja fyrir og það þarf í rauninni að leggjast í útreikninga á því hvernig í rauninni slíkt fyrirkomulag hvernig slíku best fyrir komið þannig að við förum sem best með krónurnar okkar sem auðvitað mikilvægt og auðvitað líka þá að huga að lýðheilsusjónarmiðum að næringunni sem við erum að veita bæði börnunum okkar og líka öðrum umbjóðendum sem að bærinn í rauninni veitir sem sagt mat. Þannig að ég held að þetta sé bara spennandi verkefni og ég hlakka til að skoða hvað kemur út úr þessu. Varðandi samstarf við Fjölbrautaskólann þá því miður komst ég ekki á fundin en hef svona heyrt af honum og ég tek undir orð formanns skóla- og frístundaráðs að þakka þeim sem að skipulögðu og þakka þeim sem mættu og lögðu orð í belg. Það er mikilvægt og til þess var leikurinn gerður að fá fram í rauninni sjónarmið fólks og ég held að það sé mikilvægt að við höldum því til haga. Það var ekki þarna hugmyndin að það yrðu lagðar fram fullmótaðar lausnir, heldur var tilgangurinn að fá fram í rauninni mismunandi sjónarmið til þess að það væri hægt að meta þennan valkost út frá öllum öngum og það auðvitað þannig að við erum í þröngri stöðu með grunnskólana og við þurfum að grípa til einhverja ráðstafana, það er líka ljóst og við þurfum bara að vanda vel til verka, það liggur engin ákvörðun fyrir, það er líka mikilvægt, alveg eins og ég tek undir orð Báru Daðadóttur bæjarfulltrúa, að það er mikilvægt að það komi fram, það hefur engin ákvörðun verið tekin, en það er mikilvægt að taka umræðuna og bara á yfirvegaðan hátt og velta fyrir sér kostum og göllum og það er alveg ljóst, alveg sama hvaða niðurstaða verður farin eða hvaða leið verður farin í þessum málum, það verður alltaf í rauninni, það verða alltaf einhverjir sem verða ekki fullkomlega sáttir við þá leið sem valin er og og þannig er það bara svolítið í lífinu. Síðan varðandi leikskólana á 101. fundi þá í rauninni samþykkti skóla- og frístundaráð bókun varðandi inntöku barna haustið 2019 og ég vil bara þakka þeim sem að sitja með mér, bæjarfulltrúa Ragnari B. Sæmundssoni og bæjarfulltrúa Báru Daðadóttur fyrir samtal og samstarf í þessu efni og ég tek ofan fyrir fólki sem er tilbúið að skipta um skoðun. Það er bara, þú veist, maður þarf að vera bara svolítið kjarkaður og að vera tilbúin til þess og ég þakka fyrir það og í því ljósi þá langar mig að færa til bókar bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í þessum efnum. Bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fagna því að sameiginleg niðurstaða allra flokka hafi náðst í skóla- og frístundaráði varðandi inntöku barna í leikskóla haustið 2019 og að tekið verði mið af rekstraráætlun ársins 2019 í því sambandi í samræmi við bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins á fundi skóla- og frístundaráðs þann 15. janúar 2019. Og eins og segi, ég bara þakka fyrir þetta samtal og að það hafi verið hlustað og ég hafum ígrundað þetta. Ég bara
hlakka til að halda áfram að vinna með ykkur á uppbyggilegan hátt og og það er auðvitað, þú veist, þessi ákvörðun, ég veit að hún er ekki léttvæg og að sjálfsög það þannig að við höfum auðvitað öll gjarnan vilja taka inn fleiri börn og allt slíkt en við verðum auðvitað líka að sníða okkur stakk eftir vexti. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Söndru Margréti Sigurjónsdóttur fyrir orðið er laust. Og það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem hefur beðið orðið, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að taka undir orð bæjarfulltrúa Söndru Margrétar Sigurjónsdóttir og fulltrúa okkar sjálfstæðismanna í skólafrístundaráði og hennar bókun sem hún leggur fram í nafn okkar sjálfstæðismanna. Að öðru í þessu, undir þessum lið, eða þessum fundagerðum sem eru nú 2, þá tengist það kannski beint og óbeint. Ég gæti farið undir samstarf við Fjölbrautaskóla Vesturlands húsnæðismál eða bara undir eitthvað annað. Mér langar að nota tækifæri hér að vísa aftur í myndbandi sem við ræddum áðan og fagna því að bæjarstjóri talaði íbúaþingið í því myndbandi. Og við sjálfstæðismenn lögðum fram bókun 28. nóvember 2018 þar sem við lögðum til við bæjarstjórn að haldið yrði íbúaþing skólamál á Akranesi og skólafrístundaráði verið falið að útfæra og undirbúa slíkt íbúaþing á næsta ári með það að markmið hægt verða að nýta niðurstöður á íbúaþingi í vinnu fjárhags- og fjárfestingaráætlun fyrir árið 2020. Ég get ekki séð svo sem allavega í fundagerðum að sé mikið búið að taka þetta fyrir en það má vel vera og kannski kalla eftir því hvar þetta er statt og ég vona svo heitt og innilega að við séum að horfa á þetta verkefni á fyrri hluta árs þessa árs af því að nú er bara komið mars og tíminn er fljótur að líða og svo kemur sumarfrí og þá missum við alla út. Bæjarfulltrúi Söndra Margrét Sigurjónsdóttir fór mjög vel yfir þetta hér áðan. Áskoranir okkar í skólamálum eru gríðarlega miklar. Við erum í húsnæðisvandræðum í leikskólum. Það var minnst á það hér áðan. Það gildir slíkt sama grundaskóla, annan grunnskólan okkar hér á Akranesi. Og þessi fundur upp í Fjölbrautaskóla, ég sótti hann þar sem hann var boðaður við foreldrar sem eigum börn í 8., 9. og 10. bekk vorum boðað á þann fund og ég og forseti Gerður Jóhanna, við heldur sátum þennan fund báðar 2 allavega sem eigum börn hérna og 2 úr skólafrístundaráði sem eiga reyndar ekki börnana en það er önnur saga. Það sem mér fannst mjög uppbyggilegt við þennan fund að þarna var verið að kalla eftir bara í rauninni skoðun fólks og það var sumir fengu krefjandi verkefni að hver eru styrkleikarnir við að gera þetta, hver eru veikleikarnir, hver helstu áskoranir, ógnanir, tækifæri, þið þekkið þetta allt. Og það fannst mörgum erfitt að reyna að finna einhverja styrkleika við þetta og öðrum fannst erfitt að finna veikleika. Og svona er þetta bara, við erum kannski með aðrar eða ólíkar skoðanir á þessu máli. En ef að við höldum vel á spöðunum og við spýtum svolítið í lóana og vinnum að þessu íbúaþingi skólamál eigi síður en í maí, þá höfum við heilmikið veganesti í sumar og sem getum unnið með inn í haustið.
af því það eru, eins og var nefnt hér áðan, þetta verður að taka ákvörðanir í þessum málum og við verðum bara að horfast í augu við það verða aldrei allir sáttir. Og mér fannst rosalega merkilegt og spaugilegt þegar við hafa búið að tala á þessum fundi styrkleikana og fólk var að koma með þá alveg hverju borði og fætur öðru og svo áttu að vera að tala veikleikana og þá var náttúrulega alveg espust þeir upp sem voru á móti sko líka og hann sagði þessi góði maður sem stýrði þessum fundi. Ég veit ekki hvernig þetta með ykkur þegar þið þurfið að senda börnin ykkur upp í Fjölbraut, hvort þið munið nokkuð senda þetta, svo hræðilegt að vera í þessum skóla sem að náttúrulega ekki. En þarna var mikil skoðanaskipti og sem bara eðlilegt og það eitthvað sem að við tökum með okkur í þessu máli. Já, held ég læti þetta nægja bara í bili. Takk. Ég þakka bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur fyrir. Orðið laust og það bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar þeir sem á okkur hlýða. Ég vil bara taka undir orð Söndru, bæjarfulltrúa Söndru. Þetta var mjög góð samvinna á milli okkar og gott samstarf og við munum vinna þetta mál áfram. Það eru fullt af góðum og gagnlegum upplýsingum að koma frá starfshópnum. Og eins og við ræddum þá þurfum við bara að horfa til framtíðar í leikskólamálum. Það er bara þannig. Og varðandi skólaþingið, það er verið að vinna í málinu. Það er verið að tala ræða við fulltrúa frá leikskólum og grunnskólum og þeim sem bara að þessu þingi munu koma. Og bara vonandi, ég gerir ráð fyrir að máli verið tekið upp á næsta fundi skóla frístundaráðs eða það þar næsta. Bara fyrir eftir hvernig málin standa. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Báru Daðadóttur fyrir. Orðið laust. Enginn kveður sér ljóðs og ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Einar Brandsson að standa upp og stíga í pontu, taka við embætti forseta örstutt. Já, það er bæjarfulltrúinn Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir sem ætlar að taka til máls, gjörðu svo vel. Takk fyrir, ágæti forseti, bæjarfulltrúar. Það var varðandi fundinn í Fjölbraut sem var 7. liður, að mig minnir, í fundagerðinni. Ég satt þennan fund sem foreldri og já, hann var áhugaverður, svo ekki sé meira sagt, hann var líflegur. Ég lakaði allavega bara sérstaklega að þakka Ársæli Arnarsinni fyrir að stýra fundinum og Valgerði Janusdóttur, sviðsstjóra skóla og frístundasviðs fyrir undirbúninginn og þá vinnu sem hún lagði í þetta. Já, svótgreining er kannski ekki eitthvað sem allir eru vanir. Ég þekki það bara ekki frá bara almenningi til almennings, hvað fólk er vant í því. Ég satt á borðið þar sem við áttum að velja styrkleika og það var bara rosalega erfitt. Fólk er hrætt börnin sín, ég skil það vel, en það er alveg styrkleikar í þessu. Ef þessi leið yrði valin, mögulega, veikleikar og með þá bara má vinna, ógnanirnar og allt þetta. En minn drengur í 9. bekk, hann var svo spenntur fyrir þessum hugmyndum þegar hann hafði heyrt að þeim. Það á greinilega ekki við öll börn. Hann gat allavega að sé eitthvað spenning í því að fara hann eitthvað aðeins nálægt Fjölbraut og það sem ég sá sem foreldri í þessu var bara þessi tengsl á milli grunnskóla og fjölbrautaskóla sem eru ansi skörp skil. Við aðlögum börnin okkar gríðarlega vel að mínum mati úr leikskóla upp í grunnskóla og ég á 4 börn, ég ætla nú alveg að tala smá reynslu hérna. Og það hefur bara gengið svo ljómandi vel. En af hverju aðlögum við börnin okkar ekkert upp í fjölbrautaskóla? Það er bara yfir helvítiskjána, svo ég vitni nú í Astrid Lindgren. Mér finnst ég bara ekki að deyja neitt endaðnin því miður sem foreldru. Og það er bara, burt sér frá því hvort börn úr einhverjum 10. bekkingum endi þarna, þá þurfum við að laga þetta. Þetta er ekki nógu gott. Og hvernig sem samtalið verður og hver niðurstaðan verður, ég veit það ekki. En mér finnst bara ekki nógu gott sem foreldri að það séu þessi tengslaleysi við fjölbrautaskólann. Og það er
allavega svona almannarómur í mínum vinahópum, við erum mörg hver, árgangur 76 er stór árgangur og hann ætlaði greinilega að dreifa sig við það. En við erum að sjálfsögðu líka að passa börnin okkar og mér finnst ekki rétt að nota gífuryrði sem þarna voru viðhöfðað sumur fólki fjölbrautaskólann okkar. Þetta er ekki fangelsi. Í alvöru tala, við megum ekki tala svona. Ég ætla að hræða börnin ykkar. Verið bara aðeins varkárar í umræðanum. Ég ætla bara að leyfa mér að tala mjög persónulega. En við þurfum að skoða þetta og við verðum að skoða hvernig við getum lagað okkar skólastig sem sagt þarna inn. Af því að við erum að gera frábæra hluti á Akranesi í skólamálum. Höfum þetta líka í lagi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Gerður Jóhanna Jónsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er ennþá laust fundargerðirnar. Það virðast ekki vera fleiri sem óska eftir að tala í augnablikinu, þannig ég bið forseta að taka aftur við. Ég þakka Einari Brandtssyni bæjarfulltrúa fyrir. Hann er lipur í dag, hann er búinn að hlaupa mikið, hann verður góður í gólfinu, þetta er ekki góð uppbytun bara. Og já, orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og því er fundargerðir frá 2019, 5. og 7. mars hjá skóla- og frístundaráði nr. 100 og 101 lagðar fram til kynningar. Það var komið að 7. lið á dagskrá. Hann hefur númerið 19.01.006 og það eru fundargerðir 2019 frá velferðar- og mannréttindaráði númer 99, 100 og 101 frá 14. febrúar, 20. febrúar og 7. mars síðastliðnum. Orðið er laust. Og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég þarf nú fyrsta lagi að biðjast afsökunar á því að ég sé hér að í fundargerð 99. fund og 100. fund velferðar- og mannréttindaráðs vantar undirskrift undirritaðar Elsa Lára Arnardóttir sem hér stendur en þegar að fundargögnin voru send út þá lá undirrituð í blessari flensu eða einhverjum leiðindum. En sem sagt 99. fundur velferðar- og mannréttindaráðs hann var haldinn það var sameiginlegur fundur bæjarráðs, skóla- og frístundaráðs, skipulags- og umhverfisráðs, velferðar- og mannréttindaráðs vegna kynningar framtíðarskipulagi á Jaðarsbökkum og velferðarstefnu Vestfjarðalands fór fram í Tónbergi 14. febrúar síðastliðinn. Og það voru þessi 2 mál á dagskrá og voru kynntar þarna tillögur sem við höfum verið að ræða, höfum rætt hérna meðal annars undir fundargerðum bæjarráðs að mig minnir í síðustu bæjarstjórn og ég vil bara enn og aftur þakka þeim aðilum sem unnu að þeirri vinnu fyrir þá vinnu sem nú er lokið og við höfum jafnframt rætt það hér líka að við þurfum að fara yfir bara, hvar við stöndum, fjárhagsstöð okkar, afborganir lána, lífeyri, skuldbindingar og annað slíkt og kanna okkar fjárfestingar getu til næstu ára, samhliða öðrum þáttum sem við erum að skoða. Dagskrárliður 2 velferðarstefna Vestfjarðalands og ég vil bara ítreka það hér enn og aftur og þakka þeim sem unnu þessi drög fyrir afar gott starf og óskaði velfarnar að vinna úr þeim umsögnum sem hafa borist. En við sendum frá okkur sameiginlega umsögn hér frá síðasta bæjarstjórnarfundi og jafnframt var send umsögn frá Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili. Málefni 100. fundar velferðar- og mannréttindaráðs, við höfum verið að taka þau fyrir hér sem eru dagskrárliður nr. 2 sem er Þroskahjálp húsbyggingarsjóður sem við tókum fyrr á fundinum og síðan voru þetta dagskrárliður nr. 1 sem er samstarf vegna útleigu við Bjarg
og síðan voru þetta jafnframt þriðji dagskrárliður sem voru almenn íbúð fyrir fatlaða einstaklinga, stofnstyrki til Brynjahússjóður, lagt fram til kynningar þarna á fundi velferðarráðs og þetta var sem sagt efni þess að Akraneskaupstað samþykkt að ganga til samninga við Brynjahússjóð, Öryrkjabandalagsins sem kaupa húsnæði, leiguhúsnæði á Akranesi og samþykkt stofnframlag fjárhæða 18 milljónum krónum á þessu ári samkvæmt lögum almennar íbúðir og samkvæmt reglum Akraneskaupstaðar stofnframlög frá árinu 2016 og Brynjahússjóður stótti stofnframlag til Íbúðalánasjóðs en því var synjað og það hefur verið óskað eftir því að bæði við félagsmálaráðherra og aðra slíka og Íbúðalánasjóð að hvort hægt sé að endurskoða þessa ákvörðun því að svo virði sem að það hafi orðið einhver misskilningur en í gögnunum talið að ekki sé nýbyggingu að ræða en það svo sannarlega nýbyggingu að ræða. Þannig að því hefur verið komið á framfæri, bæði af þeirri sem hér stendur og af bæjarstjóra, Sævari Freyju Þráinssyni. Þakka bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur fyrir, orðið laust. Og enginn kveður sér hljóðs og því eru fundargerðir frá 2019 frá fundum númer 99, 100 og 101 frá Velferðar- og mannréttindaráði lagðar fram til kynningar. 7. liður á dagskrá, númer 19.01.008 eru fundargerðir frá Skipulags- og umhverfisráði, númer 105 og 106 frá 25. febrúar síðastliðnum og 4. mars síðastliðnum. Orðið laust. Og það bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, það í sjálfu sér kannski ekki beint það sem mig langar að forvitnast rætt í þessum fundargerðum en það í báðum fundargerðum komið inn á Sementsveit uppbygging, þannig að þetta getur þá flokkast undir annað hvorn liðinn en þar sem að í þeim hópi sem að í kringum mig svona dagstaglega í vinnunni og minn daglegri vinnu og svona að þá hefur spunnist upp umræða ákveðin viðburð sem að menn eru mjög spenntir fyrir. Mig minnir að það hafi verið það rætt hér í þessum ræðustól í upphafi árs þegar samningur var kynntur við verktaka að rífa strompinn okkar að það yrði gert svona miðjan febrúar eða upp úr miðjum febrúar en eins og við vitum öll að þá erum við komið fram í mars og það hafa farið sögur af því að það hafi sést til manna að vera bora í strompinn og það komið gat neðarlega í strompinn en við höfum engar fréttir af hugsanlegum dagsendingum því að ég held að það væri mjög ráðlegt að þessi heimsviðburður sem verður þegar við fellum strompinn að hann verði ákveðið með ákveðnum fyrirvara þannig að menn geti nú háttað sínum ferðalögum í takt við það þannig að þeir geti verið viðstaddir þennan mikla viðburð sem að verður vonandi og vonandi sjáum við okkur það fært að það verði gerða það ráðstafanir þannig að fólk sem að óskar eftir því að vera og sjá þennan viðburð fái nú úthluta plássi þar sem að þetta verður greinilegt þegar strompurinn fellur og þannig að þetta fólk verður ekki einhver reiðuleysi að það verður fyrirfram ákveðið hvar fólk megi vera þannig að það getur tekið sér stöðu og annað og ef einhver getur svona að fara að upplýsa
þessa dagsetningu eða væntanlega dagsetningu, þá væri það ábyggilega mjög vel þegið, því ég held að sé tölver spenna í fólki það hvenær þetta verður gert. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Einari Brandsinni fyrir. Orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þeir sem á Hlíða. Nú er Einar náttúrulega að skemma fyrir. Við erum búin að vera hérna í athuga hvort að við getum ekki selt miða eða gert eitthvað úr þessu. Nei, ég finnst. Sko, svo dagsetning sem við erum að vinna, sem verið að vinna með í dag er 21. Það getur náttúrulega breyst. Það er núna verið að vinna með lögreglu og öðrum í hérna hvernig svæðið verður girt af og það þarf að fara í rýmingar og annað. Og náttúrulega ræður svolítið miklu hérna veðrið en hérna þetta kemur í ljós vonandi bara fyrir vikulok, því það er náttúrulega einmitt að tryggja það að þessi heimsviðburður sjáist sem víðast og menn geti tryggt sér pláss. En ég lofa bæjarfulltrúa Einari að ég skuli hvíslisa að hann leið og ég viti þetta, þannig að hann geti komið þeim ameríska fyrirrekstar á góðum stað og tryggt sér stæði. Takk. Þakka bæjarfulltrúa Ragnari B. Sæmundsson fyrir. Orðið er laust. Og það er bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Langaði nú bara að bæta við að ég held að séu nánast allir fjölmiðlar landsins búin að hafa samband við bæjarstjóra og óska eftir því að hann ljóstri upp dagsetningunni þegar hún liggur fyrir og passa upp á að þeir muni örugglega komast á staðinn. Og hérna af því að nú vísa til þess að þetta sé heimsviðburður, þá er þetta enn sem komið er bara innlendir fjölmiðlar sem er að hafa samband við bæjarstjóra. Trúi ekki. Þakka bæjarstjóra Sævari Freyr Þráinsinni fyrir. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og því eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs frá 25. febrúar og 4. mars síðastliðnum lagðar fram til kynningar. 8. liður á dagskrá 19.01.010 fundargerðir Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis og það er fundargerð nr. 94 hjá stjórn Höfða frá 25. febrúar 2019 sem er til umræðu. Orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem biður orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar aðrir sem á Hlíða. Já, þetta var 94. fundur stjórnar Höfða. Það voru hefðbundin mál og mál sem við í rauninni afgreiddum jafnframt hér á síðasta bæjarstjórnarfundi sem var ályktun vegna hjúkrunarrýma. Þar sem að fundargerð Höfða hafði ekki verið komin inn í gögnin okkar fyrir þann bæjarstjórnarfund, það voru komin núna en við í rauninni tókum undir bæjarstjórn öll sömul, tók undir þessa ályktun stjórnar Höfða á síðasta bæjarstjórnarfundi en enginn vanþörf á að láta áfram í okkur heyra í þessu mikilvæga máli og en það hafa engin viðbrögð borist við þessu frá ráðuneytinu en við höldum áfram að vera vakandi og þrýsta bæði hér og jafnframt í stjórn Höfða svör við þessu erindinu hvað varðar dagdvalarrýmin og aðra þætti og jafnframt að vera vakandi yfir því þegar að framkvæmdasjóður aldraðra opnar fyrir umsóknir að skila inn að nýju. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur fyrir. Orðið er laust og enginn kveður sér hljóðs og því er 94. fundargerð stjórnar Höfða frá 25. febrúar 2019 lögð fram til kynningar. 9. liður á dagskrá er númer 19.01.021 og það er fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur og það er fundargerð númer 270 frá 28. janúar 2019 sem er til umfjöllunar. Orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem Hlíða. Ég ætla svona að reyna að stikla á stóru hérna úr þessari fundargerð. Ég á nú bara að senda
á okkur upplýsingar svona tímalega. Svona það helsta sem var í fundargerðinni, en ég verði eiginlega viðurkenna núna að núna er lindin lokuð á mig, ef þið kannist við það sem hafa verið þarna. Þannig ég ætla að reyna svona að fara yfir, því að ég ætla nú ekki að segja það sem ég geti nema að hafa eitthvað gögn til þess að styðast við, sko. En ég næ ekki inn á lindina núna, þannig að hún er bara lokuð. Lindin er samsagt vefsvæði Orkuveitunnar, það sem er allar fundargerðir er inn á. En það er svona, ég vil bara segja frá því að næstkomandi fimmtudag er símafundur, þar sem að verður áskýrsla verður lögð fram til samþykktar og tekið ákvörðun aðalfund, og þegar það kemur þá kem ég bara með áskýrsluna, legg hana fram, og hún var náttúrulega verður líka lögð fram á ársfundunum, og svo var það líka með á þarna helsta, til dæmis eins og með, það er alltaf verið að reyna að gera vistvænar samgöngur, það er að vera búa til koma fleiri hlöðum fyrir, það sem er hægt að hlaða bíla, og svona þetta er allt sem að þarf að gerast í samstarfi við byggingaryfirvöld og aðra, borgina og allt þetta sem að á þessu svæði sem að Orkuveitan er að koma fyrir hlöðum til þess að hlaða bíla. Og svo er ég hérna með mannustjóran, hún kom að kynnti hérna úttekt sem var gerði á vinnustafagreiningu sem var framkvæmd í desember, og það er bara mjög, Orkuveitan kemur bara mjög vel út meðal starfsfólk. Hún skorar harra ef það tekið svona meðaltal í öðrum fyrirtækjum, þannig að þó að eftir þetta allt saman það sem undan hefur gengið, þá er bara fólk bara mjög ánægt hjá Orkuveitan að vinna þar, nema kannski með launin. Það er svona eina sem fólk kvartar yfir. Svo var ég með hérna með bókun, það sem mér fannst sko að kannski vantað upp á í stjórn Orkuveitunnar að starfsmenn hefði eitthvað talsmann. Ég ræddi þetta hérna einu sinni hérna fundi, og svo var ég búinn að ræða þetta hérna við stjórnendur, og að ég myndi svona kanna það hvort það væri möguleiki að starfsmenn fengi hérna áhættufulltrúa og hafði samband við trúnaðarmann, og þeir funduðu. En þeim fannst niðurstaðan vera svo að þeir þyrftu ekki á áhættufulltrúa að halda á fundum, þannig að þeir voru bara alveg sátti með sín samskipti við hérna mannustjóran, starfsmannstjóran sem er Sólrúnu, og hún var bara hrærð yfir því að þessum móttöngum hjá þessum starfsmönnum að hún neyti bara fullst traust. Og svo var hérna verið að fallast eftir upplýsingum með borútboð, hvernig að því er staði, hvort þessi ekki gætt jafnræðis í þessum málum, og það svar kemur á næsta fundi sko. Og þannig að þetta er svona helsta, og ef það er eitthvað annað sem að ykkur dættir í hug, þá skal ég bara komið á okkur þegar ég kemst inn á lindina. Takk fyrir. Já, ég þakka bæjarfulltrúa Guðjóni Viðari Guðjónsssyni fyrir orðið að laust, og það er bæjarfulltrúa Einar Brandsson sem var fyrir til, og gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Mig langar í tilefni af þessari fundargerð að koma inn á það sem ég hef kannski nefnt hér áður og rætt, en það fellur undir lið 13 sem er skýrsla forstjóra á milli funda. Hvernig var þetta skrifað? Það kannski skiptir ekki öllu máli.
En svo ber nú við núna að í þessari skýrslu kemur fram tillaga að þeim sem að koma til með að skipa stjórnir dótturfélaga Orkuveitunnar, og það ber nú við að forstjórinn hann mun ekki sitja í stjórnunum meira, heldur eru það þá, maður má kannski ekki segja almennir starfsmenn, en allavega starfsmenn úr samstæðinu, þá sennilega starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur. Ég þekki ekki alveg til hjá hver vinnur af þeim sem er á þessum lista sem kemur fram í því, og ég ætla að þakka Guðjóni fyrir það sem hann sendi okkur, þau gögn, þannig að við getum aðeins átt á okkur á hlutunum. Það sem kannski vekur eiginlega mest athygli mína, kannski ekki það að forstjórinn ætla að hætta, það er svona, það lá í loftinu, en það sem kemur kannski á óvart að samhliða því að þá eiga þeir starfsmenn Orkuveitunnar sem að taka sæti, að þeir eiga að verða launalausir. Þannig að sú röksemd sem að var lögð fram fyrir því að það væru allir sem sæti í stjórninu þegðu laun fyrir, að hún einhvern veginn dettur út núna þegar forstjórinn hverfur úr stjórninni. Þannig að finnst það svona svolítið skekkja. Ég er ekki talsmaður þess að starfsmenninni sitja í stjórn. Ég komið því að framfæri hér áður og ætla að gera það aftur, að mér finnst ákaflega einkennilegt að í svona stóru fyrirtæki sem að í raun myndu hafa mikil áhrif á okkar sveitarfélag ef að eitthvað fer á hliðina þarna, að við höfum bara ekkert það að segja í raun. Það er engin aðkoma eiganda að stjórnum þessara stóru félaga. Vissulega sitja fulltrúar eiganda í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur sem er svona reglífin yfir þessu, en eftir svona því sem maður les fundagerðir og annað, þá eru kannski ekki þau mál sem að varða rekstur hinna fyrirtækjana mikið rætt þar eftir því sem að mér sýnist. Ég ætla, og mun kannski gera aftur, að ég ætla að hvetja til þess að svo umræða verið tekin upp að eigendur munu eiga fulltrúa í stjórnunum dótturfélagana. Ég hef krítiserað það að það séu starfsmenn í stjórnunum, en núna með fráveru forstjórans úr stjórnunum þá er eiginlega eina tengingin við eigendur og þá stjórn sem situr í Orkuveitunni farin. Þetta þykir mér alveg einstakt í rauninni, og ég mun allavega með ég er hér og tel mig vera að gæta hagsmuna Akurnesinga, tala fyrir því að þessu verði breytt, og það sé í samþykktum einhverjum að eigendum sé bannað að tilnefna í stjórninar, eins og kom fram held ég í svari sem að Guðjón sendi okkur, bæjarfulltrúi og stjórnarmaður. Þannig að ég ætla að hvetja okkar
fólk sem situr í stjórn og ekki síður okkar fólk í hvað er að kalla eigandanefnd eða eigandahópi. Já, eigandanefnd Orkuveitunar, að þessi mál verði tekin upp þar. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni fyrir og það er bæjarfulltrúi Guðjón fyrirgefðu. Hann var búinn að biðja orðið, hann bæjarstjórinn okkar Sævar Freyr Þráinsson á undan. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það kom svona aðeins í hugan hjá mér þegar að bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson fór yfir vistvænar samgöngur og hlöður sem hafa verið að vinna með hjá Orkuveitunni sem var að koma inn á fundinn, og ég skildi það þannig að það væri undir liðnum þegar að Berglind Rán Ólafsdóttir og Inga Dóra Hrólfsdóttir sem er framkvæmdastjóri Veitna og Berglind Rán framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar hafi komið til að kynna stöðu verkefna í rafvæðingu samgangna, að þá langaði mig að taka það fram að þegar að eigendafundur var haldinn síðast þá kemur borgarstjóri inn á þann fund með tillögu sem að gengur henni út á það að leggjast í stór átak í þessu mál, og bara fín og góð bókun sem að hann var að leggja þar fram, og stundum þarf maður að vera klár og grípa tækifærið, og ég hoppaði á vagnin og kallaði eftir því að Akranes yrði með í þessari bókun, einmitt í því ljósi sem að er framundan að það er ætlunin meðal annars í mjög góðri aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum að styðja við verkefni í þessa vegu, og því er mikilvægt að við séum tilbúin þegar að fjármunir verða auglýstir til að sækjast eftir að fara í það að styðja við þetta átak. Á síðustu vikum hef ég reyndar í tengslu við annað verkefni sem að kemur hér til út af ljósastörum hér í bæ, verið í miklum samskiptum við Orku náttúrunnar, en svona sú umræða hefur fært okkur yfir það að undirbúa eða eiga samtal einmitt þessar hlöður, og ég held að þetta er málefni sem að við verðum að setja svona skýra stefnu hvað við viljum, og ég held að sé líka gríðarlega mikilvægt að við séum klára á því að verja okkar hagsmuni, af því að Reykjavík getur verið ansi kræf á það að fókusinn fari á þau, og því verðum við að vera klári að tryggja það að við séum með á vagninum og vinna þetta áfram. Þannig að ég vil nú eiginlega bara hvetja bæjarfulltrúa Guðjón Viðar Guðjónsson einmitt í þá veru að við séum að tryggja það að fjármunir séu nú, ef þeir eru að fara núna í þetta verkefni, að þeir séu þá ekki síður að fara á Akranes og fókusin á vinnu, og ég er nú ekki að gefa það í skyn að það sé ekki að gerast, en bara við skulum vera klára á vaktinni. Svo fannst mér svona þegar bæjarfulltrúi Einar Brandsson kemur inn, þá langar mér svona bara út frá minni persónlegu skoðun og reynslu að koma aðeins inn á að starfsmenn hafi ekki lengur laun, skildi ég það ekki alveg rétt hérna, já, að ég held að þetta sé einmitt, það er önnur umræða og pólitísk umræða sem ég ætla ekki að skipta mér af hvort að starfsmenn eigi yfir höfuð að vera í stjórnum. En ef þeir eru í stjórnum, þá finnst mér mjög mikilvægt að þeir séu ekki með laun. Að laun þeirra sem þeir fá bara fyrir hefðbundin störf séu að endurspegla þá ábyrgð sem þeir bera við að vera í stjórnum. Af því annað ber bara vott einhvers konar leynimakk. Og þetta held ég að sé bara almennt viðurkennt í íslensku viðskiptalífi og þó víðar sé leitað,
að svona eiga samstæður að halda á málum. Og það mjög gott að það sé búið að vinda ofan af vitlausunni sem að ég veit að fyrri meirihluti var ítrekkað að benda á hér í bæjarstjórn bæjarstjórnar og svona, en frá þetta er mín persónulega skoðun að svona þetta fyrirkomulag sé betra ef að starfsmennir eru í stjórnum. Svo fannst mér bæjarfulltrúi Einar Brandsson komin á annan mjög mikilvægan punkt og það er þegar að forstjóri Orkuveitunnar situr ekki lengur í stjórnum að þá missir hann í rauninni tenginguna við það hvernig hann heldur utan samstæðuna svona í heild sinni og það er ákveðna skýringar á því af hverju það var sú leið var farin sem að ég kaupi fullkomlega en þetta benti ég á einmitt það sem að hann er að kalla eftir hann bæjarfulltrúi Einar Brandsson að yrði á þessum sama eigendafundi að forstjórinn þyrfti að koma sér upp öðrum aðferðum til þess að tryggja að hann gæti haft stjórn á allri samstæðunni og meðal annars í því ljósi að þetta er nú orðið ansi flókið batteri til dæmis bara fyrir sveitafélagi eins og okkur að vera í samskiptum við veitur, orku náttúrunnar og gagnaveituna og reyna að samhæfa aðgerðir hjá öllum þessum aðilum og það væri orðið ákall það að við myndum ná svona betri stýringu á þessu án þess að það væri endilega einhvers konar brot á þeim lagarramma sem er í kringum þessu fyrirtæki þá yrði að finnast lausn á þessu hvernig þeir ætluðu að þjónusta meðal annars bara sveitafélagi og þannig að ég vil taka undir það sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson var hér að leggja fram og er í rauninni einu skrefu undan með því að hafa þegar gert kröfu þetta á eigendafundi því að það var á þeim tíma fannst mér að bara vera almenn skynsemi að benda á það svo allir séu upplýstur það. Þakka bæjarstjóra Sævari Freyr Þráinsssyni fyrir og afsaka örlítið frumhlaup hjá forseta áðan og býð þá bæjarfulltrúa Guðjóni Viðari Guðjónsssyni að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar aðeins Hlíðá. Ég þakka bæjarfulltrúa Einar Brandsssyni og bæjarstjóra Sævari Freyr fyrir þeirra innleggi í þessa umræðu. Ég skal bara reyna að svara svona eftir bestu getu. Það sem að ég var búin að í þessu svari sem ég skrifaði, þetta náttúrulega bara sambandi við að eigendur sé ekki stjórnarmenn í stjórn og dótturfélaginu. Þetta bara það sem maður þarf að taka upp á bara aðfundi eða það bara koma þá ekki til að það bara koma hér innan frá ef að fólk vil hafa þetta svona en það er sem ég segi, það er þessi sameignarsamningur sem að ég var með fyrirspurn í haust þetta og þeir fengu svarið sem ég fekk og það var bara vísi í þennan sameignarsamning sem að ég held hann heiti en og svo náttúrulega það sem gerist upp frá því að forstjórinn Bjarni Bjarnason hann hætti sem stjórnarformaður í 2 dótturfélögunum sem hann var í og þar með misti hann bara helningslaun, ég vil bara segja það búið að lækka manni í launum en þeir sem tóku við af starfsmönnum Orkuveitunnar og til þess að sitja í stjórn og dótturfélagana þeir voru náttúrulega spurðir að því hvort að þeir sættu sig við að sitja hann inn á þess að taka vera launilegis og það var bara ekkert mál, þeir voru alveg sáttu við það þannig að hvernig þetta fólk var valið, það er náttúrulega, það sést bara, það er bara þekkingin sem að þau hafa sem að ræði því að þau eru sett í þessu stjórnir en hvernig hinn eru valdir sem að koma utan að það er svona, ég er ekki alveg með það alveg hreinu hvernig það var valið en það er svona fólk og viðskiptalífinu og svona sem kemur alls staðar að og varðandi með samskipti og sem sagt að vanti þessi tengingu frá forstjóra og niður í dótturfélagin þá sitja framkvæmdastjórar alla þessa félaga þeir sitja alla koma hver og einn inn á hvert stjórnarfund í hvert skipti og svo meðal annars þá var síðastliðinn fimmtudag og föstudag þá voru við á öll stjórn Orkuveitunnar var á fundi með
þessi 3 dótturfélögum og stjórnarmennu þeirra og framkvæmdastjórum, og það var bara kynningafundur. Þessi fundur voru haldir í 11 ártal og það kemur skýrsla þessa fundi sem ég mun bara koma áfram niðurstaða úr þessum fundum, og meðal annars var þetta með hlöðurnar og annað, hvernig það yrði sko í framtíðinni. Þannig að þetta svona helsta sem að skiptir máli í þessu. Takk fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Guðjóni Viðari Guðjónsssyni fyrir orðið er laust, og var bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og vinir hans allir að senda mér merki á hann að vilja fá að tala. Þannig ætla að bjóða hann velkomin í pontu. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta skemmtileg umræða, mikilvæg. Það gleymist stundum þegar við erum að fjalla orkuveituna að hana er búið í lögum, þannig að það gilda lög Orkuveitu Reykjavíkur, og auk þess til staðar eigendasamningur, og Orkuveitan hefur sett sér mjög margar og metnaðarfullar stefnur sem hægt að lesa í löngu máli á heimasíðu Orkuveitunar, og ég ætla svona kannski ekki að fara í akkurat á þessum punkti. Ég hef áður komið hér í pontu vegna fyrirspurna frá fulltrúum okkar í Orkuveitunni, og ég kom hér upp síðast 12. febrúar og spurði þá spurninga sem snéru að fundagerð Orkuveitu Reykjavíkur frá 17. desember, sem ég hef reyndar ekki fengið svar við ennþá, og ég ætla þess að ítreka því að ég er nú með fulltrúa hennar sem reyndar er búin að tala tvisvar, og ég legg til að forseti heimili þá bæjarfulltrúanum að svara, en spurningarna vörðuðu fyrirspurn frá varafulltrúa í stjórn Geir Guðjónssyni og snéru að hlutum sem að mér þótti athyglisverðir, að það væri verið að spyrja út úr varðandi samkeppnishátinn og vildi fá frekari skýringar á, og ég er sem að lesa hér aftur með leyfi forseta fyrirspurnina frá Geir Guðjónssyni. Hún er svona: þetta á við bæði fyrir og eftir tilvist orku náttúrunnar. Hvað hafa margir viðskiptavinir hjá Orkuveitu samstæðunni fært sig set síðan það var hægt með nýjum raforkulögum? Greint niður á hve margir hafa fært sig til Orkuveitunar og frá henni, heimili, fyrirtæki, ár og loks breyting í tekjum. Hver hefur rekstrarkostnaðurinn við markaðsdeildina verið á sama tímabili? Greint niður í launakostnað, beinan auglýsingakostnað, aðkeypta þjónustu, húsnæðiskostnað og annað greinanlegt hjá samstæðunni. Og fyrirspurningar voru þá í framhaldinu hvert tilefni spurningana, hvernig tengjast þær hagsmunum Akraneskaupstaðar sem eiganda og hvað á að gera við þessa mögulega viðkvæmu samkeppnisupplýsingar. Ég vildi jafnframt fá að vita hvort að þessar fyrirspurnir væru runnar undan rifjum meirihluta bæjarstjórnar eða hvort það væru á ábyrgð fyrirspyrjanda. Og í þriðalega voru síðan spurningarinnar reyndar ekki bara frá mér, heldur frá öðrum bæjarfulltrúum sem vörðu og kom ekki fram eða fengust ekki svör við, og snéru að áætluðum kostnaði við gagnaöflunina, og var þá vísan í spurningu 2 í því tilfelli. Ég er enn að bíða eftir svörum þessum spurningum, það hafa ekki borist, þannig að ef að fulltrúi okkar Orkunni geti frætt mig það, þá er ég mjög kátur.
en auk þess langar mig að vísa í fundargerðina sem liggur undir þessum fundi, af því að þar bókar fulltrúi okkar í Orkuveitunni með leyfi forseta, undirritaður lagði til vegna aðstæðna sem komu upp í starfsmannamálum Orkuveitunar að gott var að starfsmenn hefðu áheyrnarfulltrúa í stjórn Orkuveitunar. Ég setti mig í samband við Jón Kristín Ólafsson, trúnaðarmann Rafiðnaðarsambandsins, og viðraði þessa hugmynd við hann. Jón boðaði til fundar með trúnaðarmönnum, stéttarfélagana hjá OR, og var niðurstaðan sú að þeir töldu ekki þörf á að starfsmenn hefðu áheyrnarfulltrúa í stjórn. Trúnaðarmenn Orkuveitunar eru sáttir með samskipti við starfsmannastjóra OR. Ég á það til að vera svolítið gleyminn, en ég man ekki til þess að við höfum rætt það hér á vettvangi bæjarstjórnar eða bæjarráðs að það stæði til á okkar hálfu að gera tillögu breytingar á stjórn Orkuveitunar. Þannig að mér langar til að fá að vita hvort að ég hafi ekki fylgst nægilega með eða hvort að þessar tillögur eru frá meirihlutanum eða mögulega bara frá okkar fulltrúa Guðjóni Viðari, og ef það er í rauninni svo þá langar mig til að fá að vita hvað vildi menn ná fram með þeirri tillögu. Þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni fyrir orðið er laust, og það er bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson sem óskar eftir að tala og forseti veitir undanþágu í þessu tilfelli. Ágættur forseti, aðri bæjarfulltrúar og aðri sem að hlýða. Ég þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni fyrir þessa fyrirspurn. Ég skal bara svara þér fyrst. Þessa síðustu fyrirspurn varðandi mig áhættufulltrúan. Það var þegar ég kom á fund í haust hjá okkur. Þá viðraði ég þessu hugmynd. Mér fannst þetta vanta að það var bara svo margt búin að gerast þarna innan Orkuveitunar að það vantaði umræða, það vantaði eitthvað bara tengsl milli starfsmanna og stjórnar. Það var ekki nóg að væri þessi mannustjóri sem að Sólrún, þessi kona, það var eitthvað sem vantaði. Þetta er bara svona mín hugmynd, svo ég segi þessu þetta kom ekki frá meirihlutinu, þetta er bara það sem að ég hef og mínu starfi og mínu störfi sem trúnaðarmaður, þá finnst mann alltaf gott að það sé eitthvað svona bein tenging, ekki bara alltaf milliliðir á milli þeirra sem stjórna og þeirra sem á gólfinu, sko. En þetta var bara, ég bara lagði fram fyrirspurn, hefði þetta gengið lengra, þá hefði ég lagt þetta undir meirihlutann hvort ég ætti að fara lengra með þetta, því að þetta er náttúrulega bara breyting, svona gerist ekki nema á aðalfundi, því að þetta er breyting á stjórn. Þannig að þetta gekk ekki lengra, þetta var bara svona hugmynd sem að ég, eins og ég sagði, sem ég viðraði við hvort þeir teldu þar á þessu til þess að bæta starfsaldan innan Orkuveitunar sem bara kemur í ljós að er bara nokkuð góður, sko, eftir þetta allt saman. En varðandi hitt atriði svarið hjá Geir, ef að þú myndi að opna tölvupóstinn hjá þér þá kannski sérðu svar við því, en það sko svarið Geir, það sem ég skil að Geir bara tók þetta eiginlega svona bara upp á sitt eigin frumkvæði að vera með þessa fyrirspurn, sko. En svarið er komið, ég get alveg upplýst það, en svarið er trúnaðarmál. Þannig að það á ekkert að fara lengra nema kannski til þá sem máli varða, sko. Þannig að þessar upplýsingar eiga ekki að liggja á lausu, þannig að þetta þetta er bara svona, það var eitthvað meira, svo ég er að reyna að hugsa sem koma þarna upp. Ég kem það bara aftur, það er ekkert, takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Guðjóni Viðari Guðjónssoni fyrir, og það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem við beðum orðið gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðri sem að kunna að vera að hlusta á okkur hér.
Mér langar svolítið að fylgja eftir hérna þessari umræði sem að bæjarfulltrúi Ólafur Arnórsson kom inn á hér áðan og svari Guðjóns Viðar, varabæjarfulltrúa og okkar fulltrúa í stjórn. Og mér minnir nú að við höfum rætt þetta hér einu sinni áður og mér minnir nú að bæjarstjóri okkar Sævar Freyr Tráðarsson hafi einbraðins á þessu og ætlaði bara aðeins að minna á það. Ég hef svo sem líka tölverða reynslu að sitja í ólíkum stjórnum og minna á það hvaða hlutverk við höfum þegar við sitjum í stjórnum. Við erum yfirleitt alltaf í umboði einhvers og nú eru tvö dæmi hér á borðum okkar þar sem að fulltrúar okkar fara á stað með eitthvert mál, ekki þá í umboði allavega meirihlutans og það skýtur svolítið skökku við að við allavega sem erum í minnihlutanum að lesa svona bókanir og tillögur að þetta er allavega ekki svona það sem að maður er vanur í stjórnarsetu að við erum í umboði einhvers og þá þarf samtalið að vera svolítið gott og það sem að ég sem fulltrúi í stjórn einhvers ætla að fara að koma með einhverju tillögur þá væntanlega ber maður það undir allavega þá eins og í þessu tilfelli meirihlutann og sem að myndi þá væntanlega vera í samskipti við okkur í minnihlutanum. Þannig að mér fannst þetta svona, vildi bara minna á þetta að hluturk okkar þegar við sitjum í stjórnum að þá erum við ekki kannski með eigin agenda eða eigin áhuga á einhverju málum og með vísan í aldur og fyrir störf að vildi bara koma þessu á framfæri og Ólafur Arnórsson kemur væntanlega hér upp aftur og ræðir þá þessi svör sem hann fékk sent klukkan 19:09 í dag. Takk. Ég þakka bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur að biðja varaforseta Einar Brandsson að taka við sögum rallísis forseta og óska eftir því að hann klári fundin. Ég skal gera það með glöðu geði en við ræðum hér fundagerð Orkuveitunar og voru einhverju fleiri sem að vildu ræða það. Já, forseti gerir undantekningu. Baðstu orðið? Nei, ég regna að gera það. Nei, hún er orðin ratlaus. Ég býð bæjarfulltrúa Ólaf Arnórsson velkomna í púltu. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Guðjóni Viðari fyrir svörin við þeim spurningum sem beindust kannski beint af honum og tek þau sjálf sér bara góð og gild þó ég hafi kannski á það með einhver skoðun sem að skiptir ekki endilega öllum máli. Nú er þannig að ég sé ekkert í spurningum mínum til Geirs Guðjónssonar sem eigi að vera sérstakt trúnaðarmál. Þar sem ég get ósköp vel skilið að þær upplýsingar sem hann sóttist eftir eru þetta trúnaðarmál því að þetta varðar samkeppnishluta Orkuveitunar. Þannig að ég býst nú fastlega við því að hann sé bundinn ákveðnum trúnaði með þær upplýsingar sem hann hefur fengið en ég hins vegar spurði spurninga sem snúa að því hvort að þetta væri raunundan við meirihlutans og ég tel þá ljóst að það sé ekki svo. Síðan spurði ég hvert tilefni spurningana og mér finnst alveg eðlilegt að menn svari því og það á ekki vera neitt feimnismál og það er líka hægt að velta því hvernig það tengjast hagsmunum Akraneskaupstaðar. Mér finnst það heldur ekki vera leyndarmál þó að við þurfum að fara vel með þær upplýsingar sem liggja fyrir. Og síðan
þetta varðar kostnað, það skiptir líka mál og mér finnst ekkert að því að það sem gerð grein fyrir því í rauninni í ljósi þess að menn getur kannski ekki endilega fært rök fyrir því af hverju að spyrja þessar spurningar. Þá finnst mér ósköp eðlilegt að menn ræði kostnaðinn samhliða því og ég kalla ennþá eftir svörum. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og forseti gerir eina undantekningu enn og heimilar bæjarfulltrúinu Guðjóni Viðari Guðjónsinni að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka Ólafi Adolfssoni fyrir þessi svör. Það er ekkert sem bannar fólki, alveg samkvæmt stjórnarmenn ekki að leita sér upplýsingar. Það á ekki að vera neitt vandamál sko. Fólk vil bara fá að vita hlutina og varðandi með svarið þannig að þessi fundagerð ekki komið fram, þannig að hún ekki fyrir næsta funda, það ekki búið að gefa hann út, þess vegna þetta svar ekki komið sko, ekki fara að birta það. En varðandi tilgang, það náttúrulega svona, þetta bara forvitni, hann og honum bara langar að vita þetta og þessar upplýsingar hann nýtast örugglega öllum sko, hvort sem Akraness eða hvað að gerast, hvernig þetta skiptir máli, hvernig fyrirtækinu stjórnað og hvort það sé verið að fyrirtæki að missa kúnna út á stefnu sína, að fara annað. Þetta svona margt í þessu sem að skiptir okkur máli sko. Þetta svo sem þetta ekkert greint alveg í ítalega hverjir að hætta og hvaða fólki kemur en þetta skiptir máli hvað fyrir orkuveitana og þá tekilega hvort að þeir séu að missa og það náttúrulega fyrir þá eigendur líka sko. En það eins og ég segi aftur og það fólk má alveg leita sér upplýsingar. Ég held að sé ekkert að því og þó maður spyrja að því og reyna að komast að einhverju hvort að hlutinni mætti vera betri. Já, maður gera bara kannski sínu forsendum en þá ef ekki allir sátti við það, maður tekur það þá bara til greina, maður hlustar á gagnrýni. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Guðjóni Viðari Guðjónsinni fyrir. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls? Svo ekki og fundagerðin því lögð fram til kynningar. Næsta mál á dagskrá númer 10, það mál 19.01.08, fundagerðir 2019, samband íslenskra sveitafélaga. Orðið laust, ef einhver vill. Svo ekki, þá svo fundagerð lögð fram til kynningar. Svo hér síðasta mál sem númer 11, það mál númer 19.01.022, fundagerðir 2019 Faxaflóahafnir. Orðið laust og það bæjarfulltrúi Ragnar Sæmundsson sem hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Takk. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á Hlíða. Mér langar að koma aðeins upp og ræða lið 1 ársreikning félagsins. Hún hefur núna verið dreift á alla bæjarfulltrúa. Eins og við var að búast var reksturinn bara vel viðunandi árið 2018. Í stuttu máli voru tekjur umfram áætlun og rekstrargjöld innan áætlunar og fjárhagsstaðan því mjög traust. Þegar afkoma ársins 2018 skoðum að sjá að hagnaðar reglur rekstrinum nefnir 27% af tekjum. En það verður samt að hafa í huga að Faxaflóahafnir njóta engra opinberra styrkja til framkvæmda og verður því að vera sjálfbæra hvað varðar rekstur, viðhald og þróun. Og því mjög mikilvægt að fyrirtæki sé fjárhagslega stakk búið til að leysa stóru verkefni sem framöndan eru. Fyrir liggur forgangsröðun á þeim verkefnum sem fyrirséðar eru og því hægt að ná þeim markmiðum sem sett eru. Á næstu árum liggja fyrir stóru verkefni í Vatnagörðum á Grundartanga og eins á Akranesi og
líkt og bæjarfulltrúar kunnugt hófst undirbúningur að endurnýjun og lengingu fremsta hluta aðalhafnargarðsins 2018. Framkvæmdi felst í því að setja stálþil utan á fremsta hluta aðalhafnargarðsins og lengja hann 110 metra, þannig að viðlaga við þennan hluta garðsins verður 220 metrar. Gert ráð fyrir að framkvæmdin færi af stað með haustinu en meginþunginn verður þó 2020. Það er samt þannig að þrátt fyrir góðan rekstur og bjarta framtíð er mjög mikilvægt að við sem sitjum í stjórn á hverjum tíma og eins bara allir bæjarfulltrúar séu vakin og sofin yfir þessum gríðarlegu hagsmunum sem eru í húfi fyrir okkur bæjarbúa og Faxaflóahöfnum og eins líka bara að við stöndum vörð félagið og gætum þess að það sé alltaf hagsmunir félagsins að leiðarljósi en ekki hagsmunir eigenda eða annar. Félagið í forgrunn. Takk fyrir. Já, við þökkum bæjarfulltrúanum og stjórnarmanni í Faxaflóahöfnum, Ragnari B. Sæmundsssyni, fyrir þessa yfirferð. Eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls og það er bæjarstjórinn okkar Sævar Freyr Þráinsson, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði nú að taka undir þau orð sem að hér voru höfði púlti rétt í þessu. Það er gríðarlega mikilvægt að við séum að vinna að hagsmunum Faxaflóahafna. Þarna er mikilvæg starfsemi og mikilvæg fyrir út frá þeirri eigendastefnu sem var lagt upp með á sínum tíma og bara til að minna á það að í þeirri eigendastefnu kemur fram að Akranes eigi að vera fiskihöfn og á síðustu 10 árum hefur farið innan við 2% af fjárfestingum Faxaflóahafna í Akraneshöfn og þó ég sé innilega sammála því sem hér kom fram að við höfum að gæta hagsmuna fyrirtækisins að þá hefur líka að gæta þeirra hagsmuna að við viljum fá alvöru uppbyggingu eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Ragnars og viljum sækja fram hér á Akranesi. Þannig að ég ætla nú bara svona mestuleyti taka undir þetta en ef að menn eru með alvöru langtíma sín að þá er uppbygging á Akranesi alveg nauðsynlegt og það getur verið að einhverjir geti sett það þannig fram að hér sé ekki þörf fyrir neina fjárfestingu vegna þess að viðskiptavinir séu mögulega færri en þeir voru áður en við höfum að standa keik í þeirri varðveislu og ég veit að bæjarfulltrúi Ragnar er klár á því og er með þá hugsjón en fannst svona mikilvægt að svona árétta þessi atriði. Þökkum Sævari Freyr Þráinssyni, bæjarstjóra fyrir fleiri og það er bæjarfulltrúin Sandra Margrét Sigurjónsdóttir sem óskar eftir að taka til máls, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara til að taka undir orð bæjarstjórans varðandi það að við þurfum að halda á lofti hagsmunum kaupstaðarins í stjórn Faxaflóahafna og benda á það að það er alltaf spurning hvort kemur undan, ekki að hænan ef að við ekki hlúum vel að þeirra hafnaraðstöðu sem er hér á Akranesi að þá auðvitað koma heldur ekki viðskiptavinirnir. Þannig að það er mjög mikilvægt að við, og ég veit að við erum að halda þeim sjónarmiðum á lofti en ég bara vildi taka undir þessu orð bæjarstjórans. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem óska eftir því að segja eitthvað. Nú svo er ekki. Fleira liggur ekki fyrir þessum
fundi slítið. Leira